far away, me and you. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 23. janúar. Við sendum þáttinn út á óvenjulegum tíma, þar að segja hádeginu, í stað þess að vera í loftinu klukkan 2 eins og venja stendur til. Fyrir því mjög rík ástæða. Íslenska karlalandsliðið í handbolta mætir Króötum klukkan 14:30 og við vildum ekki að þessir tveir dagskrárliðir myndu skarast. Það var mjög mikilvægt í okkar huga. En það er enn mikilvægara í okkar huga að landsliðinu gangi vel og við sendum þeim okkar bestu kveðjur, baráttukveðjur út til Svíþjóðar. Það skelfur allt veröld víða eftir ræðu sem að Donald Trump flutti í Davos í Sviss fyrir vikunni. Þar fór hann mikinn en virðist þó vera að draga nokkuð í land varðandi málefni Grænlands. Við ætlum að ræða þessi mál og önnur á alþjóðasviðinu við Albert Jónsson, hinn margreinda sendiherra okkar, bæði í Washington og Moskvu í lok þáttar. Og þar munum við líka að dreipa á málunum varðandi Evrópusambandið. En nú liggur fyrir að bæði utanríkisráðherrann og forsætisráðherrann hér heima segja að nú sé tímabært að fara að ræða möguleikarna því að við göngum inn í Evrópusambandið. Það er gert í aðdraganda þess að við munum sem þjóð fá ástæðu og tækifæri til þess að segja skoðun okkar á því hvort að við eigum að ganga inn eða ekki. Það er að segja hvort að við eigum að hefja aðildarviðræður. Á forsíðu Morgunblaðsins í dag er vísað í ummæli Ingu Sæland úr þinginum þar sem að hún segir að flokkur fólksins sé og verði á móti inngöngu í Evrópusambandið þrátt fyrir þennan bægslagang allan. Það forvitni þetta í ljósi umræðunar Evrópusambandið og ástæðu þess af hverju við eigum að ganga þeirri inn að núna eru menn farnir að tala minn og minna vexti og evru eða efnahagsmál almennt. Núna snýr þetta að öryggismálum og hvort að Íslandi sé betur borgið undir handarjaðri Evrópusambandsins heldur Bandaríkjanna, sem við höfum haft varnarsamning við allt frá árinu 1951. Við munum koma inn á þetta aðeins líka í fréttum vikunar þegar Dóri DNA og Berglind Ósk Guðmundsdóttir koma. Þau munum ræða auðvitað fleiri mál en þetta. Eitt af þeim er fyrirhugaður formannslagur í Framsóknarflokknum. Í gærkvöldi lá ljóst fyrir að Lilja Dögg Alfreðsdóttir, fyrrum alþingismaður og ráðherra og varaformaður Framsóknarflokksins, hún hygðist bjóða sig fram og þá fer hún á móti Ingibjörgu Isaksen sem situr á þingi og er þar í framlínu Framsóknarflokksins þessar mundir. Það stefnir því hörkuslag og hver veit nema að bætist einhverju fleiri í hópinn þó nú sé orðið ljóst að Willum Þór Þórsson ætlar ekki að blanda sér í þennan slag. Hann hefur lýst yfir stuðningi við Lilju Dögg. En það er meira að vettvangi stjórnmálana. Inga Sæland og Ragnar Þór Ingólfsson, þau skipta með sér verkum eftir að Ragnar Þór kom nýr inn í ríkisstjórnina. Hann tekur við félags- og húsnæðismálaráðuneytinu af Ingu og hún fer yfir í barna- og menntamálaráðuneytið. En henni fylgir eitt málaflokkur, það eru málefni hjúkrunarheimilana sem hafa verið henni mjög hugleikin. Við höfum verið að fjalla það í Morgunblaðinu í vikunni hvernig staðið var að þessar uppskiptingu og það er margt sem bendir til þess að þar sé ekki farið að lögum. Það verður að hvetja stjórnmálamenn og sérstaklega þá sem fara með mestu völdin í landinu til þess að virða stjórnarráðið og lögin sem það gilda. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er auðvitað sú manneskja sem að lokum ber ábyrgð á þeim hrókeringum öllum saman. Við förum hér innan skamms í fréttir vikunar. Við munum síðan líka ræða við oddvitaframbjóðendur Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ, þá sem að ætla sér að stýra bænum að loknum kosningu 16. maí. Þetta viðtal kemur í kjölfar mjög athyglisverðs og góðs viðtal sem að ég tók við oddvitaframbjóðendur Viðreisnar í Reykjavík í liðinni viku. Það er viðtal sem hefur vakið mikla athygli og fengið mikla hlustun og áhorf. Áður en að öllu þessu kemur. Allar hins vegar Ásthildur Hannesdóttir, kollegi mín, að fara yfir fréttir vikunar hjá stjórnmálamönnunum eða hvað bar helst til tíðinda hjá þeim á samfélagsmiðlum. Gjörið þið svo vel. Góðan og gleðilegan bóndadagsfössara allesammans! Woohoo! Til hamingju með daginn ykkar allir punktar og pilsur hérna nær og fjær. Jesús! Jæja, það er allavega loksins farið að sjá fyrir endan á þessum 367 daga janúarmánuði. 6-7 Er það kannski búið eða? Kannski frekar mikið last year eða eitthvað? Já, ég veit það ekki. En það má allavega þakka handboltaveislunni síðustu daga fyrir það að janúar hafi svona svolítið hrokkið í gang og farið að líða. Og þá fyrr hefði verið. Án þeirra veislu, handboltaveislunar, þá hefði mörg okkar sennilega bara verið við það að leggjast undir græna torfu, sko. Allavega við Hannakata. Við eigum það sameiginlegt að þakka íslenska handboltalandsliðinu fyrir það að við tórum hér enn í þessum grámyglulega janúarmánuði. En þarf ekki að fara að dusta rykið að gamla góða húinu? Hvar er Magnús Magnússon þegar þjóðin þarf á honum að halda?
Þessi taktur var bara einhver starffræði fyrir mér. Þorgerður Katrín studdaði sjálfsögðu sína menn, en eins og alþjóð veit þá einn besti gæinn í landsliðinu sonur hennar, en ekki hvað. Sumir eru bara heppnar en aðrir í lífinu, þið veitir. Fá bara allskins svona vældkörtum útlutað í vöggugjöf. Hæfileika, stöðu, útlit, kúlulán og bara bunch of money, sko. Æ, sjá hennan fallega mömmukoss. Væri aldrei of mikil handboltastjarna fyrir svona mömmuknúsa og kossa. Þorgerður, hún má sko alveg vera stolt af sínu manni og það eru við hinn líka. Inga Sæland lét fara vel sig á Saga Láns á leiðinni til Svíþjóðar í vikunni. Hún greinilega vildakortsafi með sko einhverja svona gold platinum business áskrift sko. Svo herma sögur að hún hafi bara vippað sér upp í einhvern sófa þarna í draktarjakkanum og skónum og öllu heila klappinu, sötrað á einum öl á milli sem hún spekkaði einhverja good shit bíómynd áður en það kom go to gate á skjáin í flugstöðinni. En þegar hún mætti svo þarna til Svíþjóðar, fór hún rakleiðis í beina útsendingu á Facebook, bara eins og maður gerir, tók lagið á Íslendinga fansóninu eða hvað sem þetta heitir, við mjög góðar undirtektir. Bara Inga Sæland, Inga Sæland, Inga Sæland. Já, það má eiginlega bara segja að þjóðarstoltið hafi sprengt hana í loftu. Verka liðinu, maður hefur þá tilfinningunni og maður hlaupi í illu blóði, ég verð að segja það. Á Alþingi var rifist túpusjónvarpið en þar var verið að sýna Ísland spila en miðað við myndefni úr stóri frá ísdrottningunni satt framsóknartóti sem fastast nánast gróinn við stólinn og límdur við túpuna. Gera aðri betur. Áfram Ísland. Ása Berglind hefur bæst í hóp áhugasamra himnaperra en hún íslenskaði yfir sig í vikunni, ekki með því að láta dálæti sitt á handboltalandsliðinu í ljós, heldur með því að deila myndum af regnboga og norðurljósadýrðinni sem riður hefur allt land. Já, líf hennar í hnotskurð þessa dagana, það bara himnaperrast og drekka kaffi á kantinum. Nice life! Heiða Björg, #borgarstjóri, lá líka kylliflöt yfir himnadýrðinni í vikunni. Þær eru svona þessar samfópæjur, svo náttúrutengdar eitthvað. En kórónugos skall á jörðinni í vikunni sem framkallaði alla þessa litadýrð. Já, kallið mig bara Stjörnusævar, ég svara því nafni alveg skilyrðislaust sko. En Heiða skellti sig líka í partí hjá Guðmundi Fanga Þóroddssyni, nýjasta frambjóðanda Samfylkingarinnar í borginni og Guð einn má vita hvað gekk á í þessu partíi. Villi Árna eldaði plokkara ofan í allt Reykjanesi í vikunni, eitthvað íslenskara en það? Nei, valla. En það var alveg húsfyllir í partíið, hvorki meira en ég minna yfir 100 manns létu sjá sig. Eða, ég veit ekki hvort þetta sé kannski bara eitthvað sad. Var það kannski bara vegna hungursneyðar á svæðinu eða? Já, ég skal ekki segja, ég vona ekki. Sanna Magdalena átti afmælismömmu á dögunum sem hún heiðraði á samfélagsmiðlum, en ekki hvað. Mömmur eru bestar, við vitum það. En Sönnu tókst líka að sameina allt vinstrið í vikunni, gera aðri betur, geggjuð. En það fjall svo sem ekki alveg jafn vel í allra geð, sko. Líf Magnúðardóttir skildi ekki alveg þetta ráðabrugg vor til vinstri í garð VG, en svo kviknaði á ljósapyrni þegar líða fór á vikuna. Samt finnst mann eiginlega bara að þetta vor til vinstri eigi bara geta haldt sitt eigið partí. Það ekki? Það bara algjör óþarfi að vera að bæta súrum rjóma út á stöppuna, sko. Fyrsta samfósjálfan leit dagsins ljós á grammunennar Dóru Bjartar í vikunni. Sú sátt og sæl með að hafa yfirgefið gamla góða píratapartíið. Við skiljum það vel. Gummari segir að hann og Kvíðir Reynisson séu sterkari saman en sundraðir. Það pottitt alveg rétt, sko. En svo fór hann eitthvað aðeins út að hlaupa og hljóp grillabbar og hljóp alla leið til Akureyrar þar sem hann mætti Loga Einarsinni. Wow, þvílíkt og annað eins úthald. Stórasti stubbur í heimi, líkamsrækta buffið Sigríður Andersen sko miklu sterkari en pabbi þinn. Já, hún tók þátt í Íslandsmóti í bekkpressu á dögunum og lyfti 67,5 kílói. 6'7". Hún var hundlasin í þokkabót, sko. Gæti pabbi þinn það? Nei, ég hélt ekki. Sjálfu kóngurinn segist að fara í leikhús en gleymt að taka leikhús sjálfu. Ég meina, fórstu í leikhús eða fórstu ekki í leikhús? Það gerðist ekki ef það ekki fest á filmu. Þetta veistu, kalli minn. En svo testaði hann nýju göngubrúna við Sæbraut, sem by the way, sko, algjör sjónmengun. En þar tók hann stránkeiðarlega selfie. Gott með þig, gaur.
Jón Gnarr hefur verið að stúsast í sögu tvíhöfða síðustu daga og vikur, enda fagnar tvíeykið 30 ára afmæli, takk fyrir, halló, ding dong sko. Það sem þeir Jón og Sigurjón hafa glatt þjóðasálina síðustu áratugi, þeir ættu að fá fálkaorðuna í alvöru. En honum hefur ekki tekist að hafa upp á ljósmyndarunum sem tók þessa mynd, sko þann fræga dag 11. september 2001, sama dag og hryðjuverkið á Tvíburaturnana var framið. Við ætlum að leggja hönd á plóg núna og lýsum hér með eftir þessum ljósmyndara. Hvar ertu ljósmyndari? Gefðu þið fram! Elsku besti Spori, hundurinn hennar Höllurhundar heldur betur komin í skammakrókin núna. Við skulum enda þetta á mínútu þögn fyrir öll skópurinn sem hann hefur étið, sem eru 10 talsins takk. Ala þessi hundur, jæja. Það alveg hræðileg tilfinning að horfa á eftir skóm sem að fara bara í hundskjaft. Been there, done that, sko. Í alvöru, áfallaknús og hlýjar hugsanir til Höllurhundar og fjölskyldu sem bara þarf sennilega að fara berfætt út í daginn. Góða helgi, dúti-dúti-dúti-dúti-da-da-dei, woo! Komið sæl að nýju. Við þökkum Ásthildi Hannesdóttur fyrir þessa frábæru yfirferð. Það alveg ótrúlega hvað samfélagsmiðlarnir eru farnir að spila mikla rullu í pólitíkinni allri. Ég reyndar komin hér með í settið minn pólitíkus sem satt á Alþingi tíma, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, sem núna að gera strandtök í sveitarstjórnarmálunum Norður Akureyri í sínum heimabæ. Og með henni handboltaspekulantinn og uppistandarinn Dóri DNA. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Er þetta ekki raunsönn lýsing á ykkur tveim? Jú, mjög. Jú. Já. Við erum með þáttinn hérna á óvanlegum tíma út af þessum stóra mikla leik þar sem Íslendingar mæta Íslendingi. Já, og bara valsari mæti valsara. Já, líka. Já. Innan sveitakrónika. Þetta svolítið þannig, þetta gerðist náttúrulega líka á síðasta móti og þá, við skulum ekki gleyma, við vorum vongóð líka þá, sko, en ég ætla að segja fyrir mitt leyti, mér að Króatarnir hafa ekki alveg litið jafnvel út og þau gerðu þá og svona, það smá þyngdi við liðinu og þeir eru auðvitað að fá minni pásu eins og Dagur svona búin að tuða þessi yfir, sko, þú veist, þeir komu heim á miðnætti þarna og bara og eru kannski ekki alveg jafn ferskir, sko. Á meðan við erum búin að fá hvíld, við mistum auðvitað mann, en það Mosfellskur risi komin í hópinn og við bindum mikla vonir við hann, sko. Það engin smá fallbyssa. Nei, það fallbyssa, sko, og Það fara bara sögur af því bara að þessi öflugustu skotans valda skemmdum. Já, ég hef bara séð smiðið þurft að hlúa markinu í hálfleik, sko, eftir hann smellir í það, sko. Nei, en auðvitað ég að tala sem svona eilíða mósvellingur hérna, en ég ætla að segja fyrir mitt leyti, og þetta mjög leiðilegur hlutur að segja, sko, handbolti vinst ekki nema í vörninni og í markinu, að fari Viktor að verja aftur, þá getur þetta lið bara unni mótið, sko, og en mér finnst bara einhver stemning yfir liðinu núna, einhver léttleiki og svona ákefð og náttúrulega Gísli Þorgeir búinn að líta út eins og sko Michael Jordan einhvern veginn á þessu móti, þú veist, maður bara hissa, þú veist, bara andstæðingar þessi dettastundum úr skónum einhvern veginn, bara eins og í teiknimyndum, hann svo snöggur, sko. Og ég þvílíkt stemdur fyrir þessu og ég vona að sjálfsögðu við vinnum því að ég á bara leið fram hjá Malmö í næstu viku og gæti Alveg óvart að ég gæti séð Ísland-Slóvenía, sko, sem mjög skemmtilegt. Hvernig lítur þetta út með þínum og Berglind? Ég bara svona landslýsstemmingsmanneskja og fylgist alltaf auðvitað með þessum stórum mótum, en ég fylgist líka með íslensku deildinni, sko. En ég hef séð Þorstein Leó oft spila og hann ótrúlega flottur og þessar strákar sem eru í landsliðinu sem eru í íslenskum liðum eru náttúrulega ekki margir en þeir eru mjög hæfileikaríkir og eru að spila fyrir mjög stór og flott lið úti þannig að þetta erum við með svakalega leikmenn á heimsmælikvarða og ef við náum stemmingunni upp þá held ég að það sé ekki spurning að við tökum Króatan í dag og komumst langt. Þetta snýst stemningu og heppni, liðið hefur sýnt að það mistækt og stundum dálítið lengi í gang svo gagnvart ungurum annað en þegar þeir hrökkva í gang þá þetta illsigranlegt lið. Já, og við náttúrulega glímum við slæmakaflan. Já. Sem einhvers konar svona íslenskt böl, sko. Það íslenski veturinn einhvern veginn sem leggst alltaf við liðið, sko. En svo rís sólin á ný og maður oft farin að hugsa, slæmikaflinn í gangi og við erum ekki að missa það fram úr okkur. Einhvern veginn En bara
ég elska hvenær handboltamótið það kemur á versta tíma hérna í mesta myrkrinu og slappinu mér finnst ennþá skemmtilegra að horfa á handbolta einfallega því það eru bara minni peningar í handbolta en meiri ástríða fyrir vikið og svona, heldur en fótboltan heldur en í fótboltanum þar sem ástríðan kannski helst í stuðningsmönnunum en minnst í leikmönnunum sem bara hérna bara að telja peningana eru prímadonnur sko og hérna og þetta auðvitað þú veist þetta var æskamanns einhvern veginn hérna komu hetjurnamanns handboltamenn ennþá bara hérna nokkuð reynir á samviskunni einhvern veginn gagnvart þjóðinni skilurðu og hérna og ég verð alltaf jafn spenntur og styð mitt lið. Þeir fóru ekki illa út úr vókinu. Þeir sildu alveg fram hjá því, ólíkt fótbolta heiminum. Já. Þeir gerðu það sko og þeir hafa svona náða að sigla fram hjá öllum þessum helstu skerjum sko, einhvern veginn. Heyrðan, Berglind, þú varst inn á þingi, svo dastu út af þingi, það verður mikla væringar fyrir norðan eins og menn vita, nú ertu að blanda hérna í bæjarmálin. Já. Það kemur ekki fólki endilega óvart, menn bjökkust við að þú hefur verið virk í starfi Sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir það áfall í sjálfu sér. Já. Ætlar að verða bæjarstjóri á Akureyri? Ég held að sé bara mikilvægt að þeirri manneskju sem við teflum fram í fyrsta sæti listans á Akureyri sko, hún sé þess kostum geta borið ábyrgð eða axla þá ábyrgð sem að vera bæjarstjóri en þetta auðvitað alltaf spurning og samtala á milli þeirra flokka sem fari í meirihluta samstarf hvernig þessu verður háttað. Þið eru bara með 2 bæjarfulltrúa núna við maður rétt? Já, akkurat. Þið stefnir nú væntanlega það auka aðeins við það fylgi? Heldur betur og ég held að við séum bara á mikilli siglingu núna og við eigum mikið inni og rekstur bæjarins hefur gengið bara gríðarlega vel og Sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta eins og Þannig að ég held að við eigum bara eftir að eiga þetta samtali við kjósendur á næstu mánuðum og ég er bara ótrúlega spennt og vona að ég geti bara lagt mín lóð á vogarskálunar í að gera sveitarfélagið betra og stækka flokkinn. Ég get hjálpað þér að vinna þessar kosningar. Já. Ég veit kosningaloforð sem myndi tryggja þér 90% atkvæða. Ok, komdu með það. Það er að endurvekja heita borðið í Hrísalundi. Já, veistu, ég bara styð þetta. Þetta bara heitu heimilsmatur í hádeginu og ég bjó á Akureyri í hálft ár og þetta hélt mig gangandi. Sko. Já. Þessu loforði er ekki aðeins komið á framfæri sem hugmynd, það er búið að leggja það fram. Já. Sjást það sem á Akureyri. Þetta er mjög sterkt loforð, sko. En Akureyringar geta vísilega leita ennþá í heitamatinn í Hrísalundi og það er vitinn með svona flott hlaðborð og það er alls konar til á Akureyri. En nú er Sjálfstæðisflokkurinn að mælast með fylgi sem er bara svona eins og Amarone rauðvín frá Ítalíu. 14,5? Já, nær því ekki eiginlega. Það er smá vaskblandað meiri sér. Hafið ekki einar áhyggjur af því bara hjá ykkur á Akureyri og reyndar í sveitarstjórnum allt landi að þetta smitist? Það er að segja staðan í landsmálunum og hversu veiklaður þingflokkurinn er? Ég held að þetta samtal við kjósendur eigi eftir að eiga sér stað. Sveitarstjórnarmálin eru allt annars eðlis en landsmálin og þetta er miklu meira spurningum nærþjónustuna og svona það sem stendur þér næst, það sem er í gangi í samfélaginu. Þannig að ég hef ekki miklar áhyggjur af því að Evrópusambandsumræðan eitthvað slíkt sem er í gangi á þinginu muni hafa mikil áhrif að smita mikið inn í sveitarstjórnirnar og við erum bara að sjá það í skoðanakönnunum í Reykjavík og í Garðabæ til dæmis þar sem að sveitarstjórnarpólitíkin er bara að sigla lygnan sjó þrátt fyrir það sem er í gangi á þinginu. Þannig að ég ætla ekki að hafa neina áhyggjur af því á þessum tímapunkti. Nei. Við fellum þetta tal, óskum þér og Heimi og Þórhalli og öllu þessu öfluga fólki góðs gengis í baráttunni og vonandi að þetta verði bara drengilegt og gott eins og þið hafið nú sýnt af ykkur hingað til. Ég hef ekki vonað öðru. Dóri, þú ert ekki að blanda þér í sveitarstjórnarmálin, allavega hefur ekki borist neinn yfirlýsingu það? Nei, en mér hefur verið boðið á nokkra lista. Já, getur þú sagt okkur hvaða lista? Sko, það er nú alltaf eitthvað vinstra megin sem býður mér, en í fyrsta skipti er búið að bjóða mér hægra megin og á miðjuna núna og ég ætla ekki að fara nánar út í það. Þú ert í bláum ból og grænni peysu. Já. Er þetta eitthvað leynilegt? Ég er kandidat Framsóknarflokksins. Ætlar að blanda þig kannski í formannsslaginn þar? Af hverju ekki? Mér finnst þetta sko rosalega eftirsjá eftir Sigur Inga eins og hann mætti kryddsíldina sko og hann var einhvern veginn aðeins bara ekki í framboðsskýr og hann með rosalega fallega rakað skegg og var
bara svona, hefur ekki litið svona vel út í mörg ár einhvern veginn, af því að fólk fær við svona slaka þegar það fer að þingi einhvern veginn og ég mun sakna þess, sko. Nú þarf ég að fara varlega í svona einhverjum á útlit fólks, brennt mig á þeim málum. Ég skal hins vegar taka það í gegn, bara hendur öfnum á mig og ég skal hjála í það. Ég ætla að efna með Sigurð Inga einmitt í Kristildinni. Ég held bara Kenny Rogers var í mættu. Það var rosa Kenny Rogers á rínunum. Ég bjóst við að myndi bara taka lagið og einhvern veginn. Ég held að myndi snúa sig bara Ingo Sæland og syngja We've Got Tonight. Nei, það var, en svona, já, mér hefur bara fundist hann verið ágætis rödd. Mér hefur oft fundist svona þegar eitthvað stórt gerist hérna, þá finnst mér svona orð Sigurðar Inga svona hafa skorið í gegn. Þú veist, hver mann ekki eftir þegar hann sagði hérna bara það flókið að eiga pening á Íslandi og það voru orð að sönnu einhvern veginn. Og þar talað þú á reynslu. Þar tala ég af mikilli reynslu sem efnamaður. Já, stór efnamaður. Og ekki dregun úr efnalegri stöðinni vegna þess árangur sem þú ert að sýna í uppistandinu í Austurbæ. Þakka þér fyrir. Þú ert með sýningar núna. Það í kvöld. Á bóndadaginn. Já, ekki uppselt þar? Alveg smekku uppselt og hérna mikið af eiginkonum búið að hafa samband og segja hérna. Þannig að þetta ekki auglýsing, sko. Ég veit það, en það nú eitthvað laust hérna í seinni hluta febrúar og svo fer ég að setja inn mars bráðum, sko. En bara svo að það sé tekið fram, sko, þú ert íkorni þegar þú ert uppistandari. Það á Íslandi ekki uppistand á sumrin. Og það eiginlega byrjar miðjan maí og það hefst ekki eftir fyrir miðjan september. Það er bara út. Það er bara út. Af því, sko, þetta er íslenska hugarfarið. Þú veist, á bóndabæ, þú veist, þar liggur bóndinn í þunglyndi allan veturinn og leið og sólin fyrir að skína, það út að vinna og það unnið með það hægt að vinna og þú færði ekki fólk onni í kjallara og frá grillinu og frá því sem það var búið að plana einhvern veginn, þetta bara sofnar og þá tók okkur strákana sem svona byrjuðum saman í þessu 10 ár að kyngja þessu í raun og veru. Þú færð kannski tilboðum að koma skemmt á bæjarhátíð eitthvað staðar og það líklega utandyra og það líklega fleiri börn að hlusta á þig en fullorðnir og það niðurlægjandi upplifun, skal ég segja. En þetta þurfa allir að ganga í gegnum. Þetta er spennandi. Gefur eitthvað upp? Ertu að stinga á kýlum eða? Ekkert, þetta kýlastungu sýning, sko. Og en nei, ég bara eiginlega að tala um allt sem einhvern veginn fólk að hugsa núna og ég að hugsa að því að við erum einn af okkur einhvern veginn. Og reyna að fara svona upp að grensunni en helst ekki langt yfir hana og ég hef auðvitað verið eins og einhver réttilega bent á daginn sem var eins og að fá karatispark í andlitið, uppistandari í bráðum 17 ár. Já. Og hann svona, þessi rödd mín finnst mér, þú veist, hafa þroskast aðeins og ég afar stoltur af hvernig uppistandið núna og það hefur gengið rosalega vel, sko. Einmitt. Eitt sem ég veit að Eldjárn hefur spurður að og fleiri uppistandara eftir stórleik Sóla Hólm, þar sem hann hermir eftir Ingo Sæland og það á heimsmælikvarða. Getur þú hermt eftir henni? Ertu að taka eftirhermur? Ég tek engar eftirhermur. Það er ekki þinn styrkleiki? Okay. Ég get hermt eftir afa mínum. Og hver var það aftur? Það var Knesi gamli, Halldór Guðjónsson og ég hrekki stundum mömmu mína með að hringi í hana og ávarpa hana svona og viltu hætta þessu núna og svona, en því miður þá bara eru allir hættir að kannast við hann og þeir sem kannast við hann þeir muni ekki hvernig hann talaði, þannig að þetta er verðlaus eftirherma í dag. Geturðu gefið okkur smá glims? Duna mín, ég hringdi rétt á hann, bara rétt til að heyra hljóðið og hvernig fuglarnir tísta. Ég nokkuð góður í þessu, sko, og Ég meina, ég var að tala, ef þú breytist í hann. Það vantar bara yfirvaraskeggi. Það vantar yfirvaraskeggi. Þetta var mjög gott. Við nefndum Framsóknarflokkinn. Lilja Alfreðsdóttir var að tilkynna í gærkvöldi og hún ætlar í formannslag á móti Ingibjörgu Ísaksen. Ingibjörg Ísaksen situr á Alþingi, Lilja utan þings en varaformaður. Hvernig verður þetta ekki svakalegur slagur? Já, ég vænti þess að þetta verði alveg slagur og veit ekki hvort að fleiri muni blanda sér í en þetta Willum bara... það heldur allir að Willum að taka þetta. Hann ætlar bara að vera fórseti í Ólympíu saman sem hafa notarætt og fara Ólympíuleika og... Já, ég held líka að sé gott að það sé bara flottu maður í þessi, sko.
ég held að hann kann að velja sér úrröstur, heyrðist mér. Já. En hann lýsti síðan bara afdráttarlausu stuðningi við Lilju. Í Lilju, já. Sem var líka bara áhugavert, svona innlegg inn í slaginn. Já. En það verður náttúrulega mjög skrítið fyrir Framsóknarflokkinn að vera með formann sem ekki inn á þingi eða svona svolítið öðruvísi dýnamík. Og formann sem hefur þá, ef að Lilja vinnur, Já. þá það á móti, þarna fór mikrafóninn. Já. Og við lögum þetta fljótt og vel að hafa þá sigrað sitjandi þingmann. Því hún þarf auðvitað að ná þá samstöðu í þingflokknum og geta beitt þinginu fyrir sig sem formaður. Einmitt, algjörlega. Og Ingibjörg í þeirri stöðu sem þingflokksformaður þar sem hún að gera nákvæmlega það. Já. Hún svolítið svona að stýra flokknum og þannig að þetta getur verið mjög áhugaverður slagur og Framsóknin er bara ekki á neitt sérstaklega góðum dag, þannig að það kannski bara fín tímamót að fara eiga þennan slag og svona eiga samtalið við þá kannski fólkið og hvers Framsóknin að stefna. Það ekki það svolítið sem hún sér, skilur þau að mælast í 7% núna og ég meina, og ég held að getur farið neðar ef þau taka feilspor sko og ég held að hún ætla að koma og segja herru nú hérna snúum við aftur og ég held að geti tveir hluti gerst í þessu dæmi. Ég held að sjálfsagt að Framsóknarflokkurinn geti orðið ennþá minni eða ég held að hann geti eða verður nóg mikið ruglumall þegar líður á kosningum, þá held ég að þeir geti, eins og gerist oft, verið eina skynsamma röddin í herbygginu. Já, svo það er best að kjósa bara... Best að kjósa bara Framsókn, sko. Þeir eru sérstaklega góður í þessu og hérna, þannig að ég myndi ekki, sko, count them out, sko. Nei. Ég ætla að ná að tala þeim fljótt og vel það þarf að fara yfir þetta og skoða þetta. Framsóknarflokkurinn þetta stofnaði 1916, byrjaði hann að verða 110 ára í ár. Þetta er risastofnun. Annar flokkur, Vinstri grænir. Svandís allra hættir sem formaður, það er engin kandidat einhvern veginn við sjóndeldarhingin, Stefán Pálsson allar ekki að fara og Líf Magnúsdóttir, hún einhvern veginn verðist vera komin út á einhvern jaðar þarna innan borgarstjórnar í þessu vor til vinstri rugli öllu saman. Hvernig fer fyrir Vinstri grænum? Það mun reyna á þá sem stofnun allavega og Þeir eiga enga peninga að fá enga ríkisstyrki? Nei, og það reynir á okkur sem hafa veifað með vinstri hendinni, skal ég segja það núna. Það er nánast búið að höggva hann af. Nánast búið að höggva hann af, en ég ætla allavega að segja að hér er beðið eftir leiðtoga. Hér er beðið eftir einhverjum sem tala skýrt og inn í hjörtu fólks og orðið er laust. Ég rætti þetta nú í öðru hlaðvarpum daginn. Ég held að svona allan fólk af minni kynslóð hafi hreinlega haldið að Erpur Eyvindarsson er í þessi leiðtogi á ákveðnum tímapunkti en ég held að hann sé bara búinn að velja sér sínar orrustur, aðrar í staðinn. Stefán Pálsson hefði geta kannski orðið þessi leiðtogi sem bara svona held ég að raunverulega hafa ekki áhuga á því en þess að vita það sko að stíga inn í þetta hringleikahús. Hann er lítillátur eins og hann á kyn til. Ja, fullum fettum en það er alveg ljóst að vinstrimönnum og Sanna er bara í borginni einhvern veginn, vantar málpípu, vantar leiðtoga, vantar eitthvað til að sameinast og náttúrulega auðvitað var svo allra stærsti að fara í Katrínu og þá kannski, það er svolítið NBA eftir Jordan stemning eftir það en það er allavega eru engir vinstri sinnaði tækifæri sinna hérna, skilur þú veist, hvað hefur að? Það hefur nú verið komið að máli við þig að það ekki. Af hverju tekur þú þetta ekki? Af því ég... Við erum uppistand á kvöldin og verið þingin á daginn. Að ég myndi missa áhugann á þessu á svona 40 mínútum. En talandi vinstri menna, það voru þetta þessi tíðindu borgarstjórn að Sanna Magdalena, hún stofnar þarna voti vinstri, hún nær svo einhvern veginn VG upp í til sín og það er klára fund og þau lýsaði yfir að Sanna yfir að oddviti en Líf Magnúsdóttir sem var á fundinum hafði einhvern veginn miskilið eða skilið allt öðruvísi og lýsaði yfir að það hafi ekki verið nein ákvörðun tekin það. En varaformaður VG í Reykjavík kemur og segir, jú, það var allir sammála þetta. Já, þetta hefur verið eitthvað mjög óskýrt og maður les þessa bókunana frá þessum fundi sem maður hefur séð í fjölmiðlum, sko. Þá er þetta ekkert mjög skýrt að þetta hafi verið niðurstaða fundarins að Sanna myndi leiða listan. Nei. Af hverju þið gengu ekki bara mjög skýrt fram og bókuðu þá á þann veg, skil ég ekki alveg, sko. Þetta er bara tilvæli til þess að valda einhverju uppþótti sem held ég ekki það sem að Vinstri grænir þurfa að halda akkurat núna. Þetta er ekki gott start, sko. Þetta er alls ekki gott start. Nei, alls ekki. Nei, og svona, mann líður svolítið eins og fólk sé orðið svolítið þreytt á hugsjónum á sveitarstjórnarstiginu. Það vilji bara fá
bara fólk sem tekur til hendinni hérna í þessum bara svona basic hlutum, skilur, leikskóla, samgöngu og hérna velferðar og vill heyra minn ammæli og hvernig ég halda þau og hvernig ég ávarpa fólk. Svona, ég bara lesa stöðuna og hérna og ég held að svona, þessi misskilningur með þennan fund sé bara hafi ekki verið mjög gott start sko, fyrir þau en fallið fara heill og alltaf. Já, og það ennþá nokkru mánuðir kosningar og margt sem gerist á stuttum tíma þar. En liðflokkurinn hefur ekki, nú spyr ég, ekki komið neitt lista eða neitt? Nei, það er engin oddviti komið þar og þeir draga bara auðvitað pung og Bergþór Ólason segist ekki munaða hverju hefur á oddviti, aðri segja að það leiki ekki fyrir og annað þeim dúr, Björn Ingi Hrafnsson. Þeir eru semst að leita hann. Já, sem mjög sennilega, maður myndi ætla það. Það sennilega lengra í þingkosningar og alveg ábyggilega heldur en í sveitarstjórnarkosningar en það gengur mikið á þjóðarsviðinu líka, þínum gamla vinnustæði þinginu. Inga Sæland lýsir því hátt og snellt yfir á forsíðu Moggans í morgun að Flokkur fólksins sé ekki fylgjandi ESB-aðild en Kristrún Frostadóttir, hún já, óvænt eða ekki að segja nú komin tími til að taka umræðuna ESB. Þær voru þetta búin að lofa því að fyrir árslok á næsta ári það að segja þá innan 23 mánuða, að þá myndi þjóðin fá að segja álið sitt á því hvort að við eigum að fara í áframhaldandi aðildarviðræður eða ekki. Já, þetta svolítið svona áhugaverð uppeyja af því að Kristrún segir í haust þetta sé ekki á dagskrá af því að það þarf að huga að innanlandsmálum og efnahagsmálum og sýna ykkur svona ábyrgð og festu. Ég get ekki betur séð en að efnahagsmálin séu ennþá í algjöru upplausn og ríkisstjórnin sé ekki að taka nein skref til þess að sýna neina ábyrgð í ríkisfjármálunum til þess að ná verðbólgunni niður, hún á leiðinni upp aftur og hvað gerist þá með vextina? Þannig að mér finnst mjög óábyrgt að ætla þá bara, hlaupum þá bara í skjól, eitthvað pólitískt skjól í einhverju umræðu þar sem að við þurfum ekkert að ræða hvað við erum ekki að sinna því sem við ætlum að vera að sinna sem var að beita sleggjunni. Þannig að mér finnst þetta bara skrítin tímasetning og mér finnst skrítið hvernig við vaða einhvern veginn í Evrópusambandsumræðuna og ég svo ótrúlega þreytt á þessu. Þið treystið ekki þjóðinni umræðu þegar við vitum alveg hvað umræða mun gera þjóðinni, hún mun kljúfa hana. Og það líka umræðu sem við þurfum að taka, þurfum við að gera, eigum við að gera. Ertu þá að meina að þau séu að drepa málum á dreif með þessu? Eða það er að drepa öðrum málum á dreif? Mér finnst það bara augljóst. Mér finnst það augljóst að þetta sé einhvers konar taktík til að svona færa umræðuna frá því að verðbólgan á leiðinni upp aftur. Allt það sem að almenningur vaknaði við núna áramótin, allar þessar gjaldahækkanir og fyrirtækin og atvinnulífið að finna fyrir öll þessi stóru högg sem við erum að finna fyrir frá ríkisstjórninni. Það þarf að finna eitthvað svona, eitthvað PR-snild og færa okkur á okkur aðra braut og mér finnst þetta bara lykta á því. En nú spyr ég ykkur og þið verða að svara mér hreint og beint. ESB tollabandalag upphaflega sem svo verður eitthvað allt annað. Mér finnst aldrei talað um þetta, það er alltaf talað um bara vitleysurnar sem myndu taka þátt sem hérna meðlimir í ESB og hvað ESB að gera asnalegt þarna og svona. Myndu tollar á vörur ekki lækka hérna? Myndi ekki matakaran vera aðeins ódýrari? Þú veist, hérna, og ég ekki að mæla fyrir ESB en hérna erum við stundum að gleyma þessum eina kosti sem myndi kannski koma með aðild og það ekki þannig? Ja, tollarnir á matvöruna sem við kaupum eru tollar sem við setjum á. Já. Þannig að það ákvörðun sem við getum tekið með einu pennastriki ef við viljum en það verður að verja landbúnað og annað sem eru sjónarmið sem að menn halda uppi og fólk hefur misjafna skoðanir á. Þannig að ég held að ég efast að það sé rök í málinu. Nei, ég get ekki einhvern veginn séð að það sé einhvers konar sjónarmið sem við getum litið til á þessum tímapunkti eða eigi í raun hluti í umræðinu þegar að Evrópusambandið eins og þú segir farið að snúast svo margt annað en það og orðið svo miklu stærra en upphaflegi tilgangurinn kannski með bandalaginu og Það myndi gjörbreyta starfi mínu ef við værum í ESB? Já, til þessu verða þá. Nei, bara ég í kvikmyndagerð og það opnast svo töluvert mikið meira af sjóðum sem við getum sótt í ef við erum hluti af ESB. En uppistandið, færðu að segja fleiri brandara Kaju Kallas eða Ursulu von der Leyen? Ég myndi gera það. Rosalega góður efni við þess. Nei, en hérna,
þú veist, hafandi atvinnu sína af íslensku tungumáli, þá sem hérna, eins og ég segi oft, ég með nýja sýningu með nýju efni og það allt nýtt. Þú veist, í Bandaríkjunum þurfa að auglýsa nýja sýningu með nýju efni, þeir eru kannski búin að ferðast í 2 árum Bandaríkin að finnslípa efni, en hér verði ég bara að lofa fólki að það hafi ekki heyrt það áður, að því púljan svo lítil, hann svona... En það snýst nú fyrst og fremst mannfjölda, því að þú getur alveg breytt þessu sýningu þínu. Já, en það uppistandið og svo dagvinna mín sem að skrifa þarna, þú veist, þá hugsa ég, ok, er það aðeins léttar að vera ég og ég ekki einu svona mæla, ég var einu svona miklu meiri í ESB-sinni en ég það ekki í dag sko, en svona bara fyrir mannin sem mig, já, það myndi líklega gera lífið aðeins betra. Oftast hefur verið talað efnahagslegu rökin, evra, að það eru lægri vextir og annað og það eru rök sem að menn hafa verið að kýtum og takast á Núna virðist fyrst og fremst talað þetta sem öryggismál vegna þess að heimurinn það búið snúin á hvolf og Trump að taka á mönnum og það einhver uppbrot á NATO og annað. Og núna virðast helstu rök að þetta sinna vera þau að við þurfum að koma okkur í öryggisskjól af Evrópusambandinu. Hvernig horfir það við ykkur? Evrópusambandið snýst bara ekkert það, öryggis- og varnarmál. Auðvitað mikilvægt að við eigum samtalið við þær þjóðir sem eru í Evrópusambandinu en við getum gert það á öðrum vettvangi. Þannig að ég ekki að kaupa það að allt í einu ESB orðið þetta skjól sem við eigum að leita til þegar við höfum NATO og það stendur ennþá mjög styrkum fótum og ég get ekki séð að fréttir síðustu viku séu að breyta því kannski í grunninn en ég held að... Ég alveg sammála því. Já, við erum hérna með svona stórfurðulega mynd hérna sem við vorum að birta þessi grænlandsmál sem allt undarlegasta mál en það alveg ljóst að Evrópa út frá herstyrk og samhæfingargetu og annað stenst ekki Bandaríkjunum snúning í einu eða tilliti. Við njótum góðs að því að vera með þennan varnarsamning við mesta hernaðarveldið í heiminum í dag. Ég veit, en ég minna, nú voru Þjóðverjar farnir að eyða töluvert meira í þetta, þú veist, kannski Evrópusambandið farið í vegferð þar sem þau verða öflugri á þessum vettvangi. Bandaríkin eru með 11 kjarnorkuknúin flugmóðskip, ég held að Þjóðverjar eigi ekkert. Ég veit það. En Tyrkir nú konar með eitthvað risa hérna líka. Já, það eitt stærsti í heimi. Já. Og þeir eru í NATO. Og þeir eru í NATO. Þannig að, sko, það finnst mér alveg nóg núna, sko, en þessi sirkus hérna náttúrulega. Já, hvað í gangi? Hvað ætlum við að gera þegar eitthvað segir Trump, hvernig Danir eru búin að koma við grænlendinga framhjá í gegnum tíðina? Þá held ég að allir kjaftir sér laus, sko. Þá munið þið sjá mjög stuðandi tvít, sko. En hvað kallinn, það verður enginn vita. Ég tek fram að Albert Jónsson sendir hann kemur hér í lok þáttarins að ræða þessi mál. Hann var bæði sendir í Washington og Moskvu og eitt reyndasti maður í íslenskri utanríkisþjónustu fyrir og síðar. Ég trúlofaði mig nánast fyrir utan sendiherraskrifstofan í Moskvu þannig að var það sko. Albert? Já. Já. Bara hitti hann daginn eftir og hann óskaði mig til hamingju og allt. Þannig að hann á mjög fallegan stað í hjarta mínu, Albert Jónsson. Þetta vissi ég ekki, en nú veit þjóðin það. Já. En hvað Trump að gera? Þetta uppistand? Hvað þetta? Þetta einhvers konar svona stórkarla stemning. Ég veit það ekki, sko. Þetta lítur út fyrir þetta sé einhvern veginn sársaukalausasta leiðin til þess að auka veg og vanda Bandaríkjanna einhvern veginn með litlu pennastriki. Stækka það þarna, eignast hérna þessi efni sem eiga verið í jörðinni þarna og allt þetta. Þú veist, geta sagt að við erum öruggari því að núna bara höfum við meira svæði einhvern veginn og þú veist, þetta er nánast eins og sko, minnst það nánast svona einhver sko KGB ákvörðun sem bara, heyrðu, við gætum örugglega hrist Grænland út úr þeim sko, það er nokkuð sársaukalaust sko. Það sé bara að testa það? Já og hérna, hann er náttúrulega miklu meira militant en hann var kosinn til að vera sko og það er náttúrulega svolítið óþægilegt að þessi Grænlandsumræða sé á sama tíma og það eru þessi flugmóðskip að sigla inn Persaflóan og þeir séu nýbúnir að taka Forseta Venezuela nauðugan af heimili sínu. Svona, þú veist, ég hélt að Bandaríkin ætluðu, þú veist, meira inn á við. Kannski er þetta hluti af því. Íran er það ekki, sko, en hinir tveir.
mjög óþægilegt líka hvað hann alltaf að kalla þetta Ísland, sko. Því á endanum verður bara, hvað með Ísland? Þau ekkert í Evrópusambandinu. og hann reynda gagnrýnt á fyrra kjörtímabili að við leggjum mjög lítið að mörkum þegar kemur á varnarmálum. Það er mjög lágt hlutfall okkar þjóðarframleiðslu sem fyrir það. Við erum bara það sem kallað á góður í íslensku free riders í þeim efnum. Og það fyrir brjóstið að manni svo Trump, hann tók á Evrópuþjóðunum á fyrra kjörtímabilinu og lét menn skrúfa upp útgjöld til varnarmála. Það bjargaði því sem bjargaði varðvarandi Úkraínu. Við skulum gefa honum Keflavík aftur. Eiga þeir hann ekki? Það er nú mikil viðvera þar og mikið samtali í gangi við Bandaríkinu sem að við þurfum að treysta á. Þannig að ég held að þeir stjórnmálamenn sem tala fyrir því að auka samtali við Washington séu bara að mæla rétt, sko. Við þurfum að halda virka og opnu samtali þannig á milli, ekki bara hlæja þessu, sko, og einhvern veginn telja okkur í einhverju skjóli þegar við verðum að vera partar af samtalinu, bara fyrir okkar framtíð. Washington hvort sem okkur líkar betur að vera valda höfuðborg heimsins. Já. Þeir hafa alla þræði í hendi sér. En bara eins og Ólafur Ragnar segir, þú veist, maður á að nýta sér smæðina hérna, og fá það besta frá báðum, taka fundi beggja megin á borðsins og ekki henda sér í einhverja fylkingu og gera svona í einhverja átt. Þú veist, utanríkismál eru reppaleikur, skilur, og nú þurfum við að reppast. Mér er sagt að þú kunnir líka herma eftir Ólafur Ragnari. Kann það ekki. Nú. Hafa logið þér. Herðu, rétt í lokin. Áður en við hættum við þurfum að koma fleiri dagskrárliðum að. Dóri, síðast þegar þú komst hingað til mín, þá spurði ég þig hverja verða fréttirnar í næstu viku og þú dróst augað í pung eins og fyrirnefndum maður sem ég ræddi hér áðan og sagði það mun gjósa í næstu viku. Og það gerði það svo sannarlega. Og þess vegna held ég að það sé óhjákvæmilegt að spyrja þig, hvað mun gerast í næstu viku? Hvað mun gerast í næstu viku? Við komumst í undanúrslitin á EM. Yes. Heyrðu, þið heyrið þetta. Fréttin hefur talað. Berglind Ósk og Dóri, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk hérlega. Við erum hins vegar alls ekki hætt á þessum góða vettvangi þó það styttist sannlega í leikinn. Hér eftir skamastund koma til mín oddvita frambjóðendurnir 3 hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjanesbæ. Ég ætla að ræða við þá stöðu sveitarfélagsins og hvað þeir hyggjast gera. Fá þeir umboð til þess að stýra þessu stóra öfluga samfélagi á Suðurnesjum. Fylgist þið með. Nú fylgir glæsilegur kauphauki með nýjum samlokusímum frá Samsung. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu þér möguleikana á limtrevírnet.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðsstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkar í heimsón við Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Komið sæl nýju, við þökkum Dóra Díana og Berglind Ósk fyrir þeirra framlag til umræðum fréttir vikunar. Það er ekki á skornum skammti, hvorki hér heiman í erlendis. En það stefnir líka í fréttir úr Reykjanesbæ því að þann 31. janúar næstkomandi þá munu sjálfstæðismenn í bænum ganga kjörborðinu og velja sér næsta oddvita. Það stefnir í harðan slag í bænum, leyfi ég mér að fullyrða. Og ég hef fengið hingað oddvita frambjóðendurna 3 sem ætla að bítast þetta. Og það eru Unnar Stefán Sigurðsson, Ásgeir Elvar Garðarsson og Vilhjálmur Árnason. Þeir komu úr ólíkum áttum og hafa ólíka sögu að segja. Og við ætlum að fara hér yfir á næstu mínútum hvernig þeir sjá fyrir sér Reykjanesbæ næstu 4 árin. Komið sælir. Sko, Vilhjálmur, þú ert nú sennilega þekktastur frambjóðendana. Þannig að ég ætla að byrja því að beina orðum mínu til Unnar sem að reynda að bauð sig fyrstu fram í þessar baráttu. Þú ert skólamaður. Ég er skólamaður. Ég er skólastjóri í Háleitiskóla upp á Ásbrú. Það sem við erum með bara eins og vorum að ræða með 70% nemendur á erlendum uppruna, annar móðurmál en íslensku. Og ég hef verið skólamaður bara ótrúlega lengi. Ég hef verið skólastjórnandi í Holtaskóla og það var ég kennari í Heiðarskóla og svo hef ég verið með verkefnastjórnin í miðstöð Símenntunar á Suðurnesjum, þar sem ég vann mikið með samvinnu og virk endurhæfingu, þar sem við vorum að
skipuleggja í rauninni námskeið og kennslu fyrir einstaklinga sem voru í endurhæfingu. Þannig að skólamál hafa, blundað lengi í mér. Er það skólamálin sem að rekað út í sveitarstjórnarmálin? Þetta er þetta svo samtvinnað og samtengt? Það er ótrúlega góð spurning. Kannski bara meira forvitni, áhugi og bara svona ástríða fyrir bæjarfélaginu. Að gera enn betur en við erum að gera. Sko. Það er sér meira þannig. Sko. Víðtækari áhugi. Já. Ásgeir, þú kemur úr atvinnulífinu. Já, lögrétt. Og kemur úr ferðaþjónustunni. Já, mikið rétt. Keflavík, ég leyfi mér að nefna Keflavík þó þessi Reykjanesbær, gamall bílabær, þú ert í bílaleigubransanum. Já, mikið rétt. Og höfum tekið þátt í þessu í rauninni frá því áður en ferðamannasprengjan hófst. Þetta er fjölskyldufyrirtæki og þarna hefur verið allt mitt líf og séð að sjálfsögðu tíman að tvenna í gegnum þetta. Það er alltaf eitthvað í gangi og við djókum oft með að þetta sé svona hinn fullkomna samkeppni. Þegar það er umfram arður þá fjölgar fyrirtækjunum og öfugt og þetta er mjög skemmtilegt umhverfi að starfi. Það var væntanlega stefnið að þér að gera Reykjanesbæ að bílaborg. Ólíkt. Að halda áfram að Reykjanesbær verði bílaborg. Ég fer út í þetta fyrst og fremst af því að ég er náttúrulega fjölskyldufaðir líka á börn á leik- og grunnskólaaldri og ég er alinn upp í kringum fólk sem að hefur bara látið til sín taka í samfélaginu og maður þekkir það að ef þú vilt koma fram breytingum og þá getur einfallega boðið fram og bara breytt. Og það er kannski svona eitt af því sem að fær mig til að stíga fram. Fólk vill fá breytingar, nýja nálgun á stjórnmálin almennt og horfum bara á sjálfstæðisflokkin. Okkur veitir ekki af ferskum vindum til að stíga inn og bara koma með ferska sýn á stjórnmálin, minni kannski pólitískir frasar og meiri bara lausnir og beinskeyttar hugmyndir. Hvernig hefur það verið í Reykjanesbæ með fólk úr atvinnulífinu? Hefur verið framboð af því? Dáttu kvarta undan því bara í þinginu og annað? Þetta er bara rosalega lítið, myndi ég segja. Þetta er einhvern veginn svolítið mikið fólk úr opinberum geira, fólk sem er að velkjast í kerfinu og pólitíkin hefur einhvern veginn ekki dregið mikinn áhuga frá fólki úr atvinnulífinu og ég skil það alveg. Þetta hefur ekkert verið gíflega skemmtilegt og uppbyggjandi og það er kannski eitthvað af því sem að í allavega í samtölum okkar hingað til hefur verið smá kjarni málsins að hafa þetta uppbyggilegt og horfa fram á við og reyna að hvetja fólk til að taka þátt í þessu af því að það gerir þetta enginn einn. Vilhelmur, ég nefndi upp að þú ert svona þekktastur en þú ert margreyndur úr pólitíkinni inn á þinginu, þú ert formaður stjórnskipunar eftirlitsnefndar, þú ert fyrsti þingmaður fyrir þinn flokk, þú ert, kemur úr landsmálunum. Það er óvanalegt að menn svissi, það er óalgengar eftir en hitt. Hvað dregur þig á Suðurnesin? Já, það er, fyrst og fremst náttúrulega er ég nýfluttur í Reykjanesbæ og við Sigurlaug kona mín þurftum náttúrulega að sitjast niður og Þetta er annað þingmaður fyrir. Já, Gleymdi Guðrúnu. Hún er ekki eins og borgarstjóri, ég man hvað hún heitir. Já, einmitt. Þannig að við fjölskyldan þurftum að setjast niður og taka ákvörðun hvar okkur langaði að búa og Reykjanesbær var bara mjög álitlegur kostur fyrir það. Þannig að núna erum við komin inn í þetta samfélag og sem tók mjög vel á mót okkur og það er bara, og þarna er mitt, börnin mín alinu upp og eru komin í íþróttastarfið og við ætlum að búa þarna í framtíðinni. Þannig að maður vill bara koma á fullum krafti inn í þetta samfélag og svo finnum maður líka eftir þessari, eins og félaginu tölum, það er svona eftirvænting eftir breytingum í Reykjanesbæ. Fólk vill fá nýjan takt og vill fá nýjan kraft og ég fann það einmitt að því þú talaðir þessa, hvernig ég er kynntur annað og ég finna að það er þessi reynsla og þessi kynning og annað sem að fólk vill fá til þess að tala Reykjanesbæ upp og takast á það er áskoranir þá bara beint inn í kerfið en tala upp öll tækifærin og alla möguleikan. Þetta er frábært samfélag, góðir skólar, góðir leikskólar, atvinnutækifærin eru gríðarlega mikil og þú nefndir það er oft verið nefnt atvinnuleysi. Það er nú eitt af stærsta tækifæri á svæðum. Þannig að atvinnulíf koma og byggja upp, þannig að nóg landsvæði verið við hliðina á alþjóðaflugvellinum,
og þar getur það, skal ég segja, og þá hefur vinnuafl inn í atvinnulíf. Ég ætla að koma að atvinnumálum eftir, en að því að það er stundur litið á sveitarstjórnir sem svona stökkpall upp í landsmálin og þess vegna spyr ég, og ég held að sé rétt að fá hreint sko, nú er Sjálfstæðisflokkurinn að mælast með 14-15% fylgi, 13-14-15% á landsvísu. Flokkurinn virðist hafa mist fótana í þinginu að mörgu leyti. Ertu ekki bara að flýja sökandi skip? Hvað segja félagaðinni í þinginu ef þú viljið? Þannig að það þarf fleiri hendur á dekk þar? Já, nei, nú er ég bara að fara hérna með félagum mínum og stoppa lekan, sko. Af því að grasrót Sjálfstæðisflokksins, hún kemur úr sveitarfélagum og Sjálfstæðisflokkurinn er langstæðstur á sveitarstjórnarstiginu og við sjáum það að flokkurinn nýtur mikil styrks núna líka í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga og við sjáum bara hér í Reykjavík og víðar í þessu. Þannig að þegar við verðum búin að styrkja Sjálfstæðisflokkinn í Reykjanesbæ gríðarlega, þá myndum við sjá fylgistölu flokksins á landsvísu rísa upp þegar við komum með ferska vinda þarna og sýnum hvernig Sjálfstæðisflokkurinn rekur samfélagið þarna. Og þannig og þetta er stærsta sveitarfélagi fyrir utan höfuðborgarsvæði og þetta er stærsta sveitarfélagi í Suðurkjördæmi. Þannig að þegar við komumst þarna aftur við stjórnvölinn og breytum taktinum í Reykjanesbæ og gerum þetta að öflugra og enn betra samfélagi heldur í dag, að það held ég að vera eftir því tekið á landsvísu og grunngildi Sjálfstæðisflokksins muni fá meiri áheyrn meðal þjóðarinnar. Við nefndum atvinnumálin. Við erum að rýna í atvinnuleysistölur sem eru versnandi land allt, en ástandið er langverst á Reykjanesinu og þetta í Reykjanesbæ. Og það er það oftast, það er atvinnu ástand, það eru miklu meiri sveiflur í Reykjanesbæ heldur en við hvar annar staðar, tengist meðal annars ferðaþjónustunni og hvernig henni gengur. En bæjarfélagið hlýtur að horfa með hryllingi til þess hvernig þetta er að þróast bara út frá líka kostnaði fyrir sveitarfélagið sjálft. Já, ég myndi grípa þetta og segja að úr mínu rekstri sé ég þessar áskoranir sem blasa fyrir okkur. Og við erum ekki að sjá fram á fjölgun ferðamanna sem dæmi á þessu ári. Það mun hafa bein áhrif bæði bara á rekstur í ferðatengdum fyrirtækjum. En á sama tíma að þá er Reykjanesbær atvinnubær og hefur alltaf verið. Fólk fluttist upprunalega til að fara á sjó, svo var það herinn, núna er það ferðatengd þjónusta og við þurfum að halda áfram að vissulega fjölga, eins og við segjum, körfunum fyrir eggin. En að samaskapi þurfum við líka að hlúa að fyrirtækjunum sem hafa orðið til í gegnum árin í kringum allan það rekstur. Við eigum öflug fyrirtæki í sjávarútvegi á svæðinu. Hvernig getur sveitarfélagið hlúða fyrirtæki með þessum hætti? Já, fyrirtæki býr náttúrulega ekki til neinn störf. Fyrirtæki þá bara ryðja veginn og vera ekki fyrir. Sveitarfélagið? Sveitarfélagið, já, fyrir ekki. En er sveitarfélagið að búa til þröskulda þá í dag? Já, við virðumst einhvern veginn ekki vera að nýta smæðina. Við erum að innleiða einhverjar svona stórborgar stjórnsýslu sem er hæg og seinvirk í staðinn fyrir að nýta okkur smæðina og vera á tánum, vera fljótvirk, taka ákvarðanir. Það er mikil ákvarðanafælni í Reykjanesbæ og ég held að það sé ákveðið bara samstöðuleysi í núverandi bæjarstjórn sem að býr það til af því að það þarf að taka margar erfiðar ákvarðanir. Og við sjáum það alveg. Og það er miklu auðveldara að taka ákvarðanir þegar það er skýr samstaða á bak við það. Og það er tækifærið okkar núna í sveitarstjórn. Og ég held að þetta sé bara einfaldast, sko, bara tala upp svæðið, benda á alla þessa fjölmörgu styrkleika og frábæra aðstæður sem er þarna til þess að byggja upp atvinnulíf og ég geti verið heilan þátt að tilja það allt saman upp, öll þessi fjölmörgu tækifæri og svo segir bara atvinnulíf, þið eru velkomin, ef þið viljið koma eða eru það nú þegar á svæðinu og viljið stækka ykkur og efla atvinnulífið, að þá ætlum við að aðstoða ykkur en ekki þvælast fyrir, sko. Og þá bara mætir fólki, við sjáum hvernig það mætt til Elliða í Ölfusi, hann býður bara velkomin og við munum bjóða þau velkomin á Reykjanes og við munum styðja við þau sem eru fyrir. Já, svo er líka það er mikil uppbygging í gangi. Svo er spurningum að taka bara upp tólið, sko. Já. Varðandi atvinnuleysið, svo ég beini því kannski aðeins í eða á þinn vettvang, þú finnur þetta fyrir því inn í skólakerfinu þegar atvinnuleysi eykst, það fylgja því mörg félagsleg vandamál sem smita niður í börnin og annað í þeim dúr. Hvað sér þú fyrir þér að hægt sé að gera til þess að sporna við þessu eða kannski líka ná auknu jafnvægi? Ég nefni bara 2 áföll sem hafi orðið fyrir með verksmiðjurnar í Helguvík, 2 risa verksmiðjur sem einhvern veginn bara leysast upp eða verða aldrei að veruleika
það svona óöruggt og ótryggt ástand einhvern veginn sem hefur verið. Og svo Play líka, gleymum kannski. Já, og Vá þar á undan. Já, og það undan náttúrulega Vá, sko. En ég tek svo undir með þeim, sko, það ótrúlega mikilvægt og það bara, það sama hvar ég stíði niður fæti, að það að maður talir upp það sem maður að gera. Við tölum upp sveitarfélagið okkar, við tölum upp skólan okkar, við tölum upp leikskólan okkar, þá það sem við erum að gera. Það sem ég velti líka fyrir mér, sko, að ég einhvern veginn þannig stjórnandi að ég fer í kjarnan, mjög lausnamiður og þau finna það alveg, þau sem hafa verið með mér að stýra skólum, að það hvað það sem það þarf að takast á og hvernig við ætlum að leysa það. Ég bara einhvern veginn, ég þannig gerður og þannig einstaklingur, að við setjumst niður og við gerum þetta ekki einir. Og það líka það sem, það sem ég verið að leggja áherslu á, að við erum að kjósa okkur leiðtoga. Við erum ekki að fara í stefnurnar, við gerum það kannski bara eftir 31. þegar við setjumst niður sem hópur og sem heild og finnum okkur leið og hvaða lausnir við viljum fara. Í dag erum við að velja okkur leiðtogan. En leiðtoginn það eðli hans að marka brautina fyrir. Já, en með einhverjar, við erum allir með sömu stefnurnar, hvað við ætlum að gera, með atvinnumálin og hvað við ætlum að gera þar og íþróttamál og skipulagsmálin. Þetta allt sem við höfum verið að tala og hvað við þurfum og viljum gera betur. En svo það einstaklingurinn sem leiðir hópinn og að fá fólki með sér til þess að leiða hópinn. Og þar koma í rauninni leiðtogahefileika mínir vel á notum fyrir bæjarfélagið. En í gegnum þessar sviptingar sem hafa orðið, við þekkjum COVID og það hrun Váer og það brotthvarf hersins áratug fyrr, fjármál sveitarfélagsins hafa oft verið fréttaefni og menn hafa verið að berjast við að halda þessu undir skuldaviðmiðum að lögum og það hefur ekki alltaf tekist og félagið hefur lent í gjörgæslu ríkisvaldsins. Maður fékk á tilfinninguna svona fyrirhluta þessa kjörtímabils að þetta horfði rétt átt en núna blikkar rauð ljós mjög víða. Peningarnir í kassanum eru búnir hjá sveitarfélaginu. Þetta mjög skrítið staða. Þetta ótrúlega furðulegt að við skulum vera komið þangað í rauninni. Af hverju? Ég held að það sé út af forgangsröðun fjármuna og hvernig þú heldur á rekstrinum og út af þeirri miklu uppbyggingu að því að Suðurnesin mjög seglukend öll sömul og þau eru vön að takast á þessar stóru áskoranir og þannig að við kunnum að lenda á fótunum og byggja okkur upp aftur og það sem að sveitarfélagið hefur notið góðs af þessum innviðum sem voru byggðir fyrir álveru, fyrir kísilveru og allt þetta og til þess að bærin geti stækkað. Þannig að tekjur bæjarins hafa aukist töluvert. Það ekki mikill tekjuvandi hjá Reykjanesbæ. Heldur það hvernig þú stýrir fjármagninu, hvernig þú hegðar rekstrinu, þannig að ábyrgar rekstur og skynsamlegri forgangsröðun, þá Reykjanesbær í mjög sterkri stöðu. Hvað hefur verið gert, hvaða stóru dæmi getur nefnt ranga forgangsröðun? Það til dæmis hvernig framkvæmdum hagað, hvernig staðið að framkvæmdum og áætlanagerð í því. Og núna þau til dæmis að verið að gera við skóla sem hefði ekki verið viðhaldið og mikluðu þessuna, þannig að þeir lendi mjög fjárfreku viðhaldi á þeim og í miðju ferli á því þá tekið 750 milljóna lán til þess að gera við bæjarskrifstofuna, eða eina ómikla húsnæði bæjarins. Og það hægir á framkvæmdunum í skólunum, það eru byggð hér flottir skólar sem að það hefði verið nóg að byggja ódýrara og fara þannig betur með fjármagni en fá sama eða jafnvel praktískara notagildi. Þannig að það nú bara svona hluti af dæminu og svo það líka hvernig við komum fram við íþróttafélagin og tómstundunar í bænum. Ef þú myndir forgangsraðans meiri fjármunum þangað að það mun svolítið bæta bæjarbræðin og bestu forvarnirnar og svolítið að sameina bæinn og það mun þá draga úr kostnaði og öðru annar staðar. Þannig að það fullt af leiðum til þess að gagvart í hvernig bæjarfélagið fer með fjármagn. Þá sýnir það smá vanvirðingu fyrir skattpeningum okkar íbúana. Og það bara hvert dæmi sem rekur annað. Það sem farið bara langt fram yfir áætlanir, kostnaðaráætlanir í framkvæmdum, opinberum framkvæmdum. Og þetta einskorðast að sjálfsögðu ekkert bara við Reykjanesbæ. Þetta einskorðast bara við opinber fyrirtæki og sveitafélög og ríki. Og það eitthvað sem virkilega að í hvernig ákvarðanatökur og áætlanagerð háttað. Sérstaklega sveitafélög sem sjálfstæðisflokkurinn rekur ekki.
Já, fyrir utan það. Það sé algengara, það halda því fram. Já, það algengara, það sko. Og þarna má klálega gera betur og ég meina, ekki rekstur sveitarfélaga meira og minna 90% pluss lögbundin. Þannig að það er rosa lítið svigrúm sem þú hefur eftir til að gera það sem að þú vilt raunverulega gera. Hlúa að íþróttafélögunum, byggja leikskóla, borga leikskólakennurum betri laun sem dæmi. Ekki lögbundin rekstur. Ætla verði lögbundin kannski í lok árs. Akkur, ég veit það ekki. En með öflugra atvinnulífi þá stækkar kakan sko. Og þá er þetta að gera meira. Algjörlega. Hvað sér þú? Ert þú sammálaði að reisa ódýrari skólabyggingar? Við erum náttúrulega með Stapaskóla sem hefur farið bara langt umfram kostnaðaráætlun, langt umfram sko. Og sama má í rauninni segja með, ég var nú skólastjórnandi í Holtaskóla, en maður var vel innviklaður í þær breytingar sem þurfti að fara að taka, sem þurfti að gera þar, þar sem skólinn var bara mjög illa farinn og veikindi meðal kennara og nemanda sem að maður var óhræddur við að stíga inn í og takast á við. Þannig að jú, við þurfum að hafa, en svo aftur, hvaða leið ætlum við að fara í þessu? Og ég sé alveg fyrir mér að við tökum samtalið við sviðsstjóran okkar. Hvað er það sem hvað er nauðsynlegt að hafa bara samkvæmt lögum og reglum og hvað er svona good to have, hvað er svona gott að hafa í bæjarfélaginu og hvað er good to have sem má missa sín. Það er í rauninni, ég held að það sé svolítið kjarninn líka hjá okkur og kannski líka af reynslunni sem maður hefur úr Holtaskóla er að svona eftirlitið hjá okkur út af þið farið báðir í þetta með að við förum langt umfram fjárheimildir í þessum framkvæmdum hjá okkur vantar eitthvað upp, ég er ekki að segja að vanti en vantar mögulega eitthvað upp á eftirlitið bara hjá okkur til þess að halda þetta í skefjum sko. Ég meina vanalega allan kannski við erum að taka til heima hjá okkur þá reiknar maður að þetta framkvæmd kosti 1 milljón og þá reiknar maður kannski auka 20% sem er kannski eðlilegur umfram en nú erum við að tala langt umfram þær heimildir sko. En þú nefnir bara að því að þú nefnir Stapaskóla sem er örugglega einn af dýrari grunnskólum landsins. Sá dýrasti? Já, er það ekki? Jú, ég myndi segja. En að samaskapi er hann svo flottasti. Já. Og við erum ekki að fara að losa okkur við Stapaskólu úr þessu. Þannig að, og við erum að tala upp sveitarfélagið okkar og Innri-Njarðvík þar sem að Stapaskóli er staðsettur. Bara 25 mínútum frá höfuðborgarsvæðinu og 2-faldir Reykjanesbraut alla leið í dag. Þetta er náttúrulega orðið aðdráttarafl fyrir sveitarfélagið í dag. Og að sjálfsögðu að nýta okkur það. Flottasti skólinn á landinu. Það er ekki að tala eins og að því að þetta séu mikið til lögbundin verkefna þá sé ekki hægt að hagræða en þú nefnir það er hægt að forgangsraða og fara hún í kjölinn á málunum. Minni á mjög áhugaverða frétt í Morgunblaðinu í gær varðandi Sorpu. Þeim tókst með til einföldum hagræðingaraðgerðum að draga úr kostnaði 313 milljónir á ári, eitt lítið fyrirtæki. Men maður getur ímyndað sér hversu margar matarholur eru hjá stóru sveitarfélagi eins og Reykjanesbæ með öll sín gríðarlegu umsvif. Það er endalausar matarholur og það er alltaf hægt að gera nýtt og svo líka bara að keyra á nýsköpuninni og leyfa einstaklingsframtakinu að koma með lausnirnar til sveitarfélagsins. Þannig að sveitarfélagið þannig ekki að leysa allt sjálft og vera opið fyrir því og prófa að fara nýja leiðir sko. Þannig að og svo líka eins og ég kom inn á svo bara stækka kökuna og það gerist líka ekki með skipulagsmál að þú voru að skipuleggja miklu meira af sérbýlislóðum þannig að það sé fjölskyldu fólk sé að flytja í bæinn sem að vill koma og er að starfa okkur vantar miklu, allt og mikið af fólki sem kemur til vinnu í Reykjanesbæ eftir Reykjanesbrautin á mótana þannig að við beitum skipulagsvaldinu og fjölgun sérbýlislóðinu sem er íslenski draumurinn að búa í sérbýli að ef við gerum það mögulegt í Reykjanesbæ að þá munur náttúrulega útsvarstekjur sveitarfélagsins aukast og atvinnulífið kemur að byggja upp og þá veitir það svigrúmi sveitarfélagsins gríðarlega því að í grunninn eru sveitarfélög alveg með sterka tekjustofna í gegnum útsvarið og fasteignagjöldin sem eru alltaf há í Reykjanesbæ. Hvað sagði húsnæðisskýrslan núna fyrir 2026? Var ekki 85% fjölbýli sem er skipulögð í Reykjanesbæ? Það virðist vera stóra planið langt fram í tíman að þetta sé meira og minna fjölbýli sem verður að byggja. Já, það er nú fyrir sína part en það þarf þetta að vera réttu hlutfall. Þau hafa náttúrulega núverandi stjórnvöldi Reykjanesbæ hefur sagt sko líkt okkur við litlu Reykjavík sko. Ég held að við séum allir sammála það að við viljum frekar gera allt öfugt við Reykjavík og þá verður blómstri Reykjanesbær. Þannig að við ætlum að vera miklu meira bara stórveldi Reykjanesbæ þar sem að verður þá
svona öflugt sérbýlis uppbygging og svona þú kemst á milli staða án þess að vera fastur í umferð og þú ert í þessu svona finnur og sért í samhældu og öflugu samfélagi sko, sem að Reykjanesbær sko. Þó að það birtist okkur kannski öðruvísi oft í fjölmiðlum en þá þetta mjög samhældið og var nú bara þorrablót núna helgina og annað væntanlegt Já, þú þekkir það kannski manna best, Vili. Þú ert nýfluttur og þú sérð hvernig tekið á móti þér. Já. og það heila sagan í þessu og hvernig tekið á móti þér. Það í gegnum íþróttafélögin. Og það eitthvað sem við þurfum að hlúa að. Reykjanesbær íþróttabær. Bara stórveldinn í körfubolta og... Það róa sig, En ég get sagt ykkur að ég satt í nefnd núna sem var á vegum bæjarins, þar sem var fulltrúi okkar manna, sjálfstæðismanna og þá var að fara yfir íþróttamannvirki og bara hvað þyrfti að gera og hvað búið að gera undanfarin ár og til dæmis bara með því að byggja upp nýja reitin okkar sem nýtt fimleikahús og ásamt svona byggingum fyrir íþróttir eins og badminton og tennis, eitthvað sem eru bara að leigja víðs vegar bæjarfélagið og nú til dæmis engin peningur settur í það af fjárlögum núna, eða sent fjárhagsáætlun fyrir þetta ár. Peningurinn búinn? Já, ég segi ef við séum köllum okkur Reykjanesbær, það það sem alin uppið. Við erum bara Reykjanesbær íþróttabær. En þið talið forgangsröðun og mér finnst eðlilegt að kjósendur viti þá í hverju hún á að felast vegna þess að við sáum það til þess í Kópavogi og þar fóru menn að skera niður þjónustu, stytta opnunartíma, sundlaug og annað í þeim dúr. Það sársaukafullt, það kemur illa við suma en það eðlilegt fyrir kosningar og jafnvel áður en fólk velur sér leiðtoga hvar telja menn að séu tækifæri til þess að bara draga úr þjónustu. Það þannig sem þú dregur úr kostnaði líka. Alveg rétt. Já, og Vilt þú loka sundlauginni? Nei, ég vil alls ekki loka sundlauginni. Hvað ætlar það þá að gera? Hluti af mannlífinu. Og það líka, og það nýbúið að birta tölur einmitt hvað stjórnunarkostnaður og annað er hár hjá Reykjanesbæ með við mörg önnur sveitarfélög, en kannski ekki endilega svo hæsti. Já, þriðji hæsti á stór höfuðborgarsvæðinu. Þannig að 45.000 per íbúa, það svolítið kostnaður sko. Svo þetta líka að þú getur aukið þjónustuna með því að færa til kostnaðinn innan sveitarfélagsins. Sjálfstæðismenn í Árborg gerðu á sínum tíma, þeir bara minnkuðu eitt yfirstjórnunarlag og breyttu því í leikskólakennara. Það hægt að fara í alls svona aðgerðir og eins og við fórum inn á líka að fara inn á nýja leiðir í hinn á þessu. En ég sé það líka fyrir mér í þessum framkvæmda kostnaði að reyna að hagræða betur í honum og fara í hagkvæmari og skynsamlegri uppbyggingu og hafa svona fastari tök á útgjöldunum. Við höfum náttúrulega verið í gífurlegum fjárfestingum í Reykjanesbæ. Og svo það náttúrulega byggja leikskóla og verið að byggja skóla og verið að byggja sundlaug og leikskóla. Já, þetta allt mikilvægar fjárfestingar en það þurfa kannski ekki að vera með fullum íburði og þú ert að gera ábyrgar áætlanir og sunnar fyrir, víst. Þar má hagræða. Og það líka mikilvægt í því sem ég held að sé mikilvægt að því að ég allan að bjóða mig fram sem þá bæjarstjóri efni, þannig að það sé þá kjörinn bæjarstjóri. Það til þess að þá ábyrgðin skýrari til þess að fylgjast með. Hvað segir? Ætlið þið ekki að verða bæjarstjóri líka ef þið náið kjöri? Sjálfsög. Mér heyrist vera skýrstefna sjálfstæðisflokksins að oddviti flokksins verði bæjarstjóri efni flokksins. Og þar með þín stefna? Já, ég vissulega ekki í atvinnuleiti í þessu oddvita prófkjöri, sko. En þið eru allir í góðri vinnu. En ég meir en tilbúin til að valda því starfi. Fái ég kjör til þess, engin spurning. Leikskólamálin hafa verið nefnt. Við horfum á mjög mismunandi stöðu hér á höfuðborgarsvæðinu. Maður lappar bara yfir eina götu og í öðru sveitarfélaginu ástandið verulega gott. Já, betra en allavega í Reykjavík. Þegar maður skoðar fréttaflutning af ástandinu í Reykjanesbæ þá svitnar maður bara á efriverðinni. Það virðist ekki hafa tekist að ná tökum á því. Hvað veldur því? Leikskólarnir eru almennt mjög góðir. Það misjafnt eftir leikskólum í Reykjanesbæ hvað mikið af fagmenntuðu starfsfólki það. Það er löng bið eftir að koma af stað. En það stóra vandamáli, það biðin. Og þannig að það eru margar lausnir sem að einmitt sveitarfélagi undir forystu Sjálfstæðisflokksins víð land. Það mest talað Kópavog en það alveg Hafnarfjörður, Akureyri og Selfoss og fleiri staðir búin að vera að gera mjög góðar breytingar. Þannig að það... Hefur það ekki verið reynt hjá ykkur?
Nei, það hefur ekki verið reynt nógu stóru mæli og það er lengsti biðlistinn, 24 til 30 mánuðir og bara fyrir að undirbúa fermingarveisluna þegar barnið kemst inn á Þessi mál leysast að sjálfu sér þegar börnin fara af leikskóla. Já, akkurat, en þannig að það er margt hægt að gera og það er til dæmis að gera starfsumhverfið þannig að menntað starfsfólk vill koma þarna inn á leikskólan. Það er hægt að gera ýmsan hvata fyrir foreldrana þannig að einhverju leiti ef það hendi að þá styttu vistunartíman og þá tekst betur að manna leikskólana. Svo er bara starfsaðstæður. Kópavogsmódelið með því? Já, það er alltaf að tala Kópavogsmódelið en Hafnarfjörður gerir mjög svipaða hluti en gerir það aðeins öðruvísi. Þannig bara hvað hendar að því að ef þú í Kópavogsmódelinu þá hækkar aðeins kostnaðurinn umfram en meðan í Hafnarfjörði hann svipaður. Þannig að við þurfum bara að ræða hvora leiðinu við förum í því. Það er að gera hvetja núverandi starfsfólk til náms og hjálpaði til náms og þá fjölgar fagfólkinu inni og það er minni starfsmannavelta hjá því. Þannig að það er líka starfsaðstæðunar. Einn leikskólinn er bara í gámabyggð sem að gámar eru oft mjög góðir og allt það. En þegar að gólfin eru köld og þetta eru gamlir úrelti gámar og fá ekki áheyrn sveitafélagsins, þá náttúrulega vill ekki starfsfólki koma þarna. Er það þannig hjá ykkur? Það er þannig í Stapa leikskólanum. Þannig að það er margt svona sem er ekki stór. Þetta er bara fjárfesting að hafa leikskólan í lagi og einu sinni fekk ég nú frænda minn sem var þáverandi framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins að tala hvað getur sveitarstjórnarstigið gert til þess að styðja atvinnulífið. Hann talaði leikskólamál allan tíman. Að því að foreldrarnir vilja koma börnunum í öruggt skjól og meðan þau mæta til vinnu og ef þau geta það ekki þá hefur ekki fyrirtækið starfsfólkið sér. Þetta eru atvinnuþátttöku. Já. Hvað segir skólamaðurinn þetta? Aftur, það hitinn er á þér. Já, í þessu. Sko, við erum, í fyrsta lagi erum náttúrulega með frábæra leikskóla og frábært starfsfólk. Það er staðreynd. Þú manst söguna og ég minnist þér, besti spítalinn sá það sem voru engin sjúklingar. Við erum að horfa á vandamáli. Já. Fagfólkið, þetta er alveg rétt að vilja. Okkur vantar fagfólk. Og þetta er ekki spurning neitt annað. Þetta er spurning hvernig við fáum fagfólk til þess að flytja til Reykjanesbæjar. Það eru nú þegar styrkir til einstaklingar sem eru í og starfa í leikskólum á vegum Reykjanesbæjar til þess að fjármagna í nám bæði í leikskólum og grunnskólum. Þannig að spurning hvort það mætti gera enn betur þar til þess að fjölga í. En enn og aftur, hvað eru við að gera til þess að leita að menntuðu fólki? Mættu við gera hlutin einhvern veginn öðruvísi? Akkur eru við kannski ekki bara í samstarfi við Háskóla Íslands eða Háskólann á Akureyri? Akkur getur við fundið einhverja leið þar sem við bara bjóðum fólk velkomið. Við nægt húsnæði, getur við eins og var hugmyndin með Keili hér árið að búa til svona háskóla samfélag. Væri hægt að fara einhverja svona leið til þess að fá fagfólki til okkar. Það er vandamálið. Það er að fá fagfólki inn til okkar. Hvernig líst þér á þetta Kópavogsmódel sem að Vilhjálmur vill ekki? Hann vill bara Reykjanesbæjar svo rítar að sjálfstæðan sem það hann hæla upp bæjarstjórnum. Ég held að besta lausnin fyrir okkur er að við sitjumst niður og finnum okkar eigið módel. Jú, að sjálfsagt sem maður gerir held ég bara eðlilega. Maður tekur kannski smá héðan og smá héðan eins og hann nefnir Kópavog og Hafnarfjörð og Akureyri. Við bara taka eitthvað smá út en búum til okkar eigið módel sem við erum stolt af. Sem við getum kallað bara okkar Reykjanesmódel og við bara Reykjanesbæjar módel sem við bara auglýsum og setjum út á við og erum stolt af þessu módeli. Þú spurður út í vandan og ég held að Unnar í fyrstu setningunni sinni hafi svona adressað ágætlega að partur af vandanum. Partur af því að við erum ekki með fólkið. Við erum með meira leikskólapláss í dag heldur en við getum mannað. Og eins og Unnar sér, við erum með frábæra leikskóla í sveitarfélaginu okkar. En eina sem kemst að í umræðinni, það er innritunaraldurinn. Og við erum með leikskóla sem er í fremstu röð á landinu í að kenna eða undirbúa börn fyrir grunnskóla og þegar að það kemst í umfjöllunina þá verður starfið meira aðlaðandi. Þú vilt fara og mennta því þessu, þú vilt taka þátt. En ef eina sem kemst að í umræðinni er hár innritunaraldur og allt ómögulegt og gámar með köld gólf, þá verður þetta ekki aðlaðandi. En það eru gámar með köld gólf og innritunarvandinn til staðar og foreldrar vanda, það er eðlilegt að það verður ekki vandamálið við komast að stjórn bæjarins. Þú heldur það? Já. Hitt er líka til staðar, Stefán, og það kemst ekki að í umræðinni, því miður.
Það er spurning hvernig ykkar ég þarf að kalla hér tilbaka svara fyrir þetta. Það sem að, það er viðkvæmt mál en er þó alkunna. Það eru málefni innflytjenda og hælisleitenda fyrst og fremst. Við verðum að skipta þeim viðfangsefnum eftir ólíku eðli þeirra. Það hefur verið mikið þungi á Reykjanesbæ út af því. Ég hef rætt við heimamenn sem að lýsa mjög vondu ástandi og bara minnkandi öryggi á svæðinu vegna þess að þarna hefur fólk komið og verið vistað í raun í einhvers konar óvissu ástandi sem að hefur ekki aðlagast vel eða gengið freklega fram. Hvað getur bæjarfélagið gert þess að bæta úr þessu? Þetta er ástand sem að eigur nú ekki líkurnar á að fólk vilji flytja í bæinn til þess að starfa við skólana eða annað. Við vorum náttúrulega fyrsta samfélagið. Við vorum að tala þetta bara hérna áðan, sko. Já, nú verður að tala hér. Við erum fyrsta samfélagið sem fann raunverulega fyrir þessu á Íslandi. Við fundum fyrst af öllum fyrir að það væri ákveðin óstjórn í flóttamannamálunum á Íslandi. En á samaskapi erum við líka að finna fyrir því núna hversu gífurleg fækkun hefur orðið á þeim bara á síðastliðnu ári. Unnar þekkir þetta kannski manna best úr skólanum sínum upp á Ásbrú. Þegar ég tek við Háleituskóla, þá eru ef á rétt rúmlega 100 nemendur sem eru án kennitölu. Í dag eru þau rétt rúmlega 10. Sko. Og við megum ekki blanda saman flóttamannavanda og hælisleitendur. Og útlendingamál. Suðurnesin hafa alltaf verið multikultúral samfélag. Bara frá herinn var hérna back in the days. Já, sko Nei, og flóttamenn er ekki vandamáli sjálfsögð, það er umgjörðin og hvernig að því er staðið. Já, og sveitarfélagið leit kannski á þetta sem einhverja tekjulyndi. Ég átta mikið á því, en við verðum að koma í veg fyrir að þetta ófremdar ástand komist aftur upp. En þannig að nú er þetta stjórnvöld sem að vilja að berjast við í þinginu, þau eru að taka á þessu vanda. Já, lagði vil ekki grunninn að þessu. Þetta er ekki okkar mál, uppræðanlega, sjálfstæðismanna. Þetta var stoppað löngu áður en þessi stjórnvöld komu, en við erum bara að sjá árangurinn af því núna eins og Unnar nefnir að það bara er búið að snarfækka í Reykjanesbæ hælisleitendum sem eru í búsetuúrræðum þar. Þannig að það er búið að það er ekki alveg farið og það þarf að halda rétt á spöðunum. Og ég þekki þetta bara vel á þessu svæði frá því ég byrjaði í lögreglunni 1. janúar 2008 á Suðurnesjum. Og hvað það virkar og það þurfum við sem þjóð bara að gera og ekki síst á sveitarfélögin líka. Að það er bara að setja ykkur mörk og skýra stefnu. Og ég man eftir því þannig að ég var nýbyrjað í lögreglunni á Suðurnesjum að það voru svo fáir hælisleitendur að koma að við gátum bara sett skýr mörk. Heyrðu, þú fer bara í skoðun á landamærum og ég flutti sjálfur 2 hælisleitendur til Pristina í Albaníu. Og þá bara kom ekki fleiri frá Albaníu því við bara sendum oss strax tilbaka. Þannig að það snýst svolítið að setja bara skýr mörk og hinga ekki lengra. Senda skilaboð út í heim það fólk kom ekki hér nema það í raunverulegt erindi. Akkurat, það er það bara og hér svona reglurnar. Það sem gerðist náttúrulega því miður var bara það að sama tíma Úkraínu var og þá var tekið röng ákvörðun að mínum í Útlendingastofnun og þá komu Venesúela á sama tíma þannig að kerfið bara réð ekki við það. Þangað til að dómsmálaráðherra þáverandi sjálfstæðisflokksins Jón Gunnarsson stoppa allar umsóknir fyrir Venesúela og baði að endurmeta ástandið og eftir það var þeim hafnað og svo breyttu bæði hann og Guðrún útlendingalögunum og við settum lögreglulögin því að skipulagða glæpastarfsemi er mest í að flytja þetta fólk hingað til landsins og þá hefur fækkun umsóknum dregið saman 70-80%, brottflutningurinn aukist 1000 á landinu og það er ástandið sem að Unnar er að sjá núna. En það er líka að setja mörk. Sveitarfélög eru líka að setja stjórnvöldum mörk. Þannig að þegar Vinnumálastofnun og aðrir eru farnir að leigja húsnæði án samráðs við sveitarfélagið, þá þarf og senda börnin í skólan án þess að bera ábyrgð á því. Þá er mikilvægt að þekkja stjórnkerfi og fara að segja bara, herri, svona kom ekki fram, hér er reikningurinn og þið verður að koma og taka ábyrgð á þessu. Sko. Var eitthvað hlustað á ykkur hvað þetta var þar? Í þessu máli? Nei, við fáum náttúrulega bara allt í fangið og það er raun og okkar svo að bregðast við tökum bara eins og skólan og það er náttúrulega stofnuð deild sem heitir Friðheimar sem er raunni bara í kringum, þar voru þegar ég tek við, þar voru 8 starfsmenn sem bara sáu kennslu, voru sem í gamla officerklubnum, það sáu bara kennsluna þar, svo tengdustu þetta var raunni deild innan skólans og er ennþá deild innan skólans sem þar sem nemendur koma í... Sem að verið að tala um. Já, í rauninni,
við erum fyrst og fremst að hugsa börnin. Börn eru börn og þau eiga sín rétt. Já. Þannig að þau reyni finnist þau tilheyra. Það er ótrúlega mikilvægt, sko. Við getum alveg aðskilt fullorðna frá börnum. Þannig að hvað þetta mál varðar, sko. Þannig að mikilvægt að eins og hjá okkur á stofnuð deild, þar sem að þau eru rauninni hluti af skólanum, koma til okkar í list- og verkgreinar og íþróttir og sund og borða með nemyndum og koma svo hægt og rólega inn í skólan og aðlagast, sko, sem hefur tekist einstaklega vel. Enda starfsfólkið bara frábært, sko. Ég á ekki orð lýst yfir starfsfólki í Háleitsskóla. Það eru bara frábært. Þú segir að það þurfa að gera betur. Er upplifunin þá þannig að þetta sé vandamál eða aðstæður sem að búið ná tökum á? Upplifunin er svo að aðstæðunar eru betri, mun betri. En við fundum það líka, það var ekki mikið hlustað þegar að við görguðum á að þetta var að fara úr böndunum hér fyrir 2-3 árum síðan. Og fyrir meira síðan. Þannig að já, þetta horfir til betri vegar. Þetta er búið að vera mjög góð þróun og en það þarf að vera á tánum og passa að þetta kom ekki fyrir aftur og sé vel haldið á spöðunum með þessu, sko. En við þurfum líka að gera þetta sem þjóð, sko, að fara eftir lögunum og segja bara, herðu, hér gildar okkar lög, hér er okkar gildi og hér er okkar menning og við verðum að vera svolítið, við megum ekki vera og bláið gagnvart þessu. Og það er nú oft talað til dæmis leigubílalögin. Leigubílalögin nýju eru strangari en gömlu, en við sem þjóð einhvern veginn leyfum þeim að svindla á prófum og það hefur ekki afleiðingar. Við leyfum þeim sem hafa ekki 5 ára reynt sakavottor hér á landi samt að fá leyfi. Við leyfum þeim að vera að veita óeðlilega þjónustu fyrir utan flugstöðun okkar. Hvar kemur þú og lendir á flugvelli og það er ekki bara allt í ströngum skorðum varðandi leigubílana. Og þetta er ekki lögin, þetta er hvernig við setjum mörk eða ekki, sko. Það væri ekkert þetta vandamáli með leigubílastéttinni ef við myndum bara setja þessi skýru mörk. Hérna kemur þingmaðurinn inn. Já, ég er bara að segja, við erum bara að reka samfélag og það er allt, þú ert aldrei búin á því, það kom alltaf nýjar áskoranir, þannig að hvað sem verður að reka sveitafélag eða þingið eða fyrirtæki, þá verða bara að vera einhver mörk og eftir því er farið, sko. Þetta er bara eins og æginn á heimilinu og hér í þessu stúdíói. Já, hér er mikill ægi, skal ég segja ykkur, og sérstaklega eiran á mér frá pródúsentunum, sko. Rétt í lokin, hvernig metið stöðuna fyrir ykkar flokk? Þið metið nú stöðuna vantilega best ef að þið vinnið persónulega, en haldið þið að það séu líku til þess að Sjálfstæðisflokkurinn nái þessu sveitafélagi aftur eins og hún reyndar oft sinni skert í gegnum tíðina? Já, má ég byrja? Já, það ef maður tala bara svona fyrir sjálfan sig, að þá veit ég að ég næ til breiðara hóps. Ég næ til margra stétta og það held ég bara komið líka bara af reynslunni minni, í menntamálum sem er gífurlega breiðhútur, ég er farsæll skólastjóri og hef unnið mikið með líka bara gamall íþróttamaður, spilaði með Keflavík, bæði fótbolta og körfu í meistaraflokki og þjálfaði náttúrulega Keflavík í 20 ár og líka bara reynslan sem maður hefur úr MSS, Miðstöð símenntunar, að starfa með virk endurhæfingu, að hanna og þróa þau námskeið sem þar voru. Merkilegt starf. Já, mjög og mjög stoltur að því. Þú heldur að getur náð meira hluta? Ég held að bara, já, ég veit, ég hef trú að því að við náum og þetta er breytingin kannski, þetta er líka bara breytingin sem er verið að kalla eftir, að við náum til fleiri stétta, að við náum til ekki bara einhverja að toppa og heldur við sem bara ná til allra, alveg sama, allra innan stétt fyrir stétt, bara gamla slagorðið okkar, sko. Sjáðu okkur þrjá hérna. Ef að þetta lýsir ekki breidd Sjálfstæðisflokksins, þá veit ég ekki hvað gerir. Þú ert með atvinnupólitíkus sem þekkir kerfin inn og út og hvernig lögin verða til. Þú ert með farsælan skólastjóra úr menntakerfinu og þú ert með atvinnurekanda. Og þetta lýsir Sjálfstæðisflokknum ágætlega. Við finnum okkur allstaðar í samfélaginu og eins og Unnar segir, sko, við erum kannski nýjir vindar, við erum
kannski aðeins breytt ásýnd á núverandi stjórnflokksins og ég held að hún veit ekki af því. Við sjáum stöðuna í dag, okkur veitir ekki af breyttinni og samstöðuna að halda og eins og í bænum hjá okkur held ég að við eigum mikil tækifæri framundan. Náið meirihluta? Við ætlum að ná meirihluta. Finnur líka bara stemninguna innan hópsins. Mér finnst það svo geggjað. Þú veist, við erum búin að vera að mæta hjá hverjum öðrum þú veist, hérna á kosningavökunum. Þetta verður rosaleg partí hjá ykkur sem maður hefur séð að vera að halda. Þetta er mikið partí í bæjarfélag. Nei, mynda, hvar hefur það komið fyrir þar sem bara frambjóðendur bara eru hérna hönd í hönd og styðja við bakið á hverjum öðrum? Og koma bara úrslitin í ljós. Já. Þetta er stemmings sveitarfélag og ég finn rosalega mikla stemmingu núna. Og veist, alveg frá því ég stofnaði mitt fyrsta fyrirtæki í Skagafirði 16 ára gamall og rak það svo alveg inn í Hafnarfjörð þannig að ég seldi það 2008 að þá þegar ég fór yfir í lögregluna og lögreglan er samt búin að vera minn mesti skóli mínum stjórnmálaferli sko, af því að þá þekkiru svo samfélagið frá svo mörgum sjónarmiðum og svo hefur þetta verið mjög dýrmætt núna þessi 13 ára á þinginu til þess að kynnast öllu stjórnkerfinu og samfélaginu á Suðurnesjum en dýpra, þannig að og bara núna í samtölunum að maður finnur þetta mikla ákall breytingar eins og þú ert að tala þessi boð sem við vorum að hafa. Við sjáum það bara strax þar. Það er bara frábær mæting, það er fjölbreyttur hópur fólks. Það var fólk langt út frá flokkinn sem að mætti hjá mér á Hótel Keflavík og kom í plokkfiskinn og allt þetta þessar viðburðir sem við erum búin að hafa. Og það er fólk að senda manni ítrekað, nú kýs ég fyrsta sinn íhaldið og allt þetta. Þannig að við erum ekki að sjá þessar leiðilegu áhrifin þessar leiðilegu skoðanakönnunum sem við sáum í gær fyrir Sjálfstæðisflokkinn þarna. Við erum að sjá bara meðbyr, fólki vill breytingar, það hefur trú á því að það kemur svona öflug þekking og reynsla til þess að keyra upp stemminguna að þá takist þetta. Þannig að ég er gríðarlega bjartsýnn fyrir vorið ef þessi kraftur heldur áfram inn í vorið. Unnar Stefán, Ásgeir Elvar og Vilhjálmur, ég óska ykkur góðs gengis í þessari baráttu. Við munum fylgjast vel með á mbl.is og í Morgunblaðinu og eitthvað fjalla kannski þetta líka hér á vettvangi frétta vikunar þegar kemur inn í nýjan mánuð. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Þá vendum við hvað okkar í kross, því að hér eftir skamma stund kemur Albert Jónsson, sendiherra, einn reyndasti Íslendingurinn úr utanríkisþjónustunni og sérfræðingur í öryggis- og varnarmálum. Maður ræða við hann nýjustu vendingar eftir að Donald Trump flutti mikla ræðu í Davos, en við þurfum að fara víðar yfir sviðið, meðal annars Venezuela, Bandaríkin, Grænland og svo Ísland. Fylgist með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ekki gjalda fyrir útgjöldin. Cardio. Einfaldari útgjöld. Vantar þig bílavarahluti? Á Paulsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum allt land. Paulsen.is. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæla nýju. Við þökkum félagunum úr Reykjanesbæ fyrir þeirra ágættu yfirferð. Spennandi barátta framundan hjá þeim mánaðamótin komandi. Hingað hins vegar kominn Albert Jónsson, fyrrandi sendiherra og sérfræðingur í öryggis- og varnarmálum. Það margt að ræða á því sviði og því mikil ástæða til þess að hveðan hingað á þennan vettvang. Bless Albert. Sækert. Það þetta endalaust að taka þessa dagana eins og stóra miklu hlaðborði, en mér langar kannski til þess að hefja okkar tal í ljósi ummæla sem að forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir lét núna falla það að nú væru Evrópumálin komin á dagskrá. Það virðist vera svona takturinn að miklu leyti hjá meirihlutanum í þinginu að vegna þess hversu víðsjárverðir tímarnir eru, hvernig mál að þróast í Washington, að þá sé Evrópusambandið eðlilegur staður til að halla sér upp að. Hvernig horfir þetta við þér?
Já, náttúrulega legið fyrir að það kæmi að nýrri umræðu Evrópustefnuna og spurningin aðild að Evrópusambandinu. Reyndar berða á að bera öðruvísi aðeins síðast og fara með þetta í þjóðaratkvæði sem kallar auðvitað á að menn velti fyrir sig hvernig eigi að standa að því og ég hef skrifað það nú þegar á minni bloggsíðu og lagt áherslu á að það verði þá upplýst umræða og ég hef talið umræðuna að verði skötulíki hingað til. Og sko þetta náttúrulega þá kemur upp spurningin stöðu Íslands sem nú reyndar oft dálítið klísja sko, ræða stöðu Íslands en sko fyrir mér sem ég skoða þessi mál og stúderað og skrifaði þetta í mörg ár að það fyrsta í stöðu Íslands þegar kemur að Evrópumálunum að Ísland eitt af auðugustu samfélögum í heimi. Í öðru lagi þá finnst mér að gera samanburð á okkar þá Íslandi sem umsóknarríki, sem við förum alveg þá leið, við sem alveg umsóknarríki, og spyrja hin umsóknarríki. Sko, eftir kalda stríðið þá kom biðröð inn í Evrópusambandið, reyndar inn í NATO líka. Og það voru ríki sem voru ólík okkur og hafa ólíka stöðu en við höfum í dag. Þetta voru ríki sem voru hvað maður að segja með umsókn aðild að Evrópusambandinu fyrir þau snerist það, eins og ég hef orðað að brjótast út úr sögunni. Og hvaða saga var það? Það var áratuga undirokun og kúgun á áhrifasvæði Sovétríkjanna. Og það ráði löng saga sem reykjum ekki hér. Og mikið endurreisnar ferli framundan. Já, en svona saga, átaka, undirokunar, kúgunar sem hafði oft bitnað á þessum ríkjum. Við talaðum Eystrasaltsríkin og Austurríki, Pólland, Rúmeníu, Búlgaríu og þetta svæði hins Tékkóslóvakíu sem þá hét. Og í öðru lagi þá litið á Evrópusambandið sem leið úr fátækt, þetta voru fátækríki, illa farin eftir áratuga kommuníska hagstjórn eða óstjórn og þetta var líka sko leið þessara ríkja þá fá hjálp til að komast til lýðræðis og réttarríkis. Þannig að þetta voru sko þessu stóru svona sögulegu strategísku ástæður fyrir umsóknum þessara ríkja og átti virkilega ríkar stoðir í veruleika og sögu og síðan hékk á þessu náttúrulega að þau vildi líka komast í NATO. Já. Til að því að Evrópusambandið myndi ekki duga í öryggislegu tilliti heldur þurfti að komast í NATO, akkur í NATO því þar eru Bandaríkin. Þetta var efnahagslegt og öryggistegt. Já, akkurat. Og sem er svo augljós, sko. Þetta er svona augljósar, stórar, sögulegar, strategískar skýringar að baki. Okkur gildir náttúrulega allt öðru máli. Þannig að það lítur þá að þurfa að nálgast okkar Evrópuumræðu og Evrópustefnu og þjóðaratkvæði með einhvern sérstökum hættu. Ég held að menn fyrir að ræða það. Sko. Aðildarsinnar hafa ekki fram að þessu geta skákað fram öryggispeðinu. Það hefur alltaf verið á efnahagslegum forsendum sem að menn hafa rætt mögulega eingöngu mikilvæg evrunar, lægri vextur annað þeim túr. Nú öll áherslan öryggismegin. Já, en allavega farið að nefna það líka ásamt evrunni og vöxtunum. Það var málsmetandi Evrópusinnar verið að segja bara síðustu dag eftir ræðun í Davos og Granaðsmálin að það ekkert hald í öryggi gagnvart Bandaríkjunum. Eina haldreipið er Evrópusamband. Já, en sko munurinn okkur á þessum umsóknarríkjum sem ég var að nefna, sem komið til sögu eftir kalda stríðið, hann er náttúrulega mjög afgerandi. Við erum ekki að leita að öryggi. Þú ert að nefna það, ég held að við höfum nú búin ennþá við mikið öryggi, hernaðarlegt öryggi og við erum eitt af ríkustu samfélögum í heimi, þannig að við erum ekki að leita að einhverju leið út úr fátækt eða efnahagslegum þrengingum og við erum lýðræðis og réttarríki, ég held að séu sammála um það, þannig að þá snýst þetta eitthvað annað. Og hvað er það? Já, og svo ég vil að segja, sko, maður á að reyna að nálgast veruleika og hluti í gegnum grundvallarspurningar, hver eru grundvallaratriðin, reyna átt sér því. Og ein grundvallarspurning er náttúrulega af hverju þurfum við að fara í Evrópusambandið. Og þá kemur næsta, getum við bætt lífskjör á Íslandi enn frekar, enn ríkari enn við erum með því að fara í Evrópusambandið, það er hugsanlegt. Og það þarf bara að ræða það og útskýra það fyrir almenning, fyrir kjósendum sko, sem er að mæta í þetta þjóðaratkvæði, ég er að tala um þá. Og síðan er talað um evru
og vexti, mjög algengt. Ef við förum í evruna þá verður ákveðin stöðuleiki hér og lægri vextir og það er að færa rök fyrir því en það hefur hins vegar á sig það hliðar sko að það er engin töfralausn og það þarf að átta sig á því, það þarf að útskýra það fyrir fólki. Nú er einhver hópur, 4 sérfræðingar erlendir sem eiga að skoða möguleika valkost Íslands í gjaldmiðilsmálum, við skulum vona að komi trúverðug og góð skýrsla út úr því og hún þarf að skýra sko, ég er að tala kjósendur sko, þeir eiga næsta leik, ekki satt sko. Það er vonandi að sú skýrsla bæti einhverju við 700 síðna skýrslu Seðlabankans málið. Já, kjósendur les ekki 700 blaðsíðna skýrslu sko, en það er bara að útskýra fyrir þeim, alveg lykilatriði og ég vona að þessi skýrsla geri það og það þarf bara að bæta í og það þarf, ég fer mikið á fundi, Rotary og Lions og eitthvað svona og ég er að svona testa þetta og þessi atriði, hver eru grundvallaratriðin og þá vaknar einn spurning sko, það er mikið misskilningur í gangi sem sá hjá mörgum, ekki öllum þetta. Það er að sko aðild að Evrópusambandinu þýði aðild að Evru. Það er ekki þannig. Mjög mikið þetta það sé útskýrt fyrir kjósendum. Aðild að Evrópusambandinu þýðir þeir eru hleypt inn í biðstofu Evrunar. Í biðstofu Evrunar þarf þú að sýna fram á að þú sért í lagi aðalatriðum. Og þetta er ekkert margir sem átta sig á þessu og þá þarf að nýlega, ég sé Gylfa Magnússon, hann var að benda að við varum mest á okkar efnahagsvanda væri nú heimatilbúið sko og þá þarf að ræða það í tengslum við þessa biðstofu, hvernig ætlum við að sýna Evrópusambandinu fram á það, við erum ekki lengur með heimatilbúin efnahagsvanda, ég meina kjarasamningar aftur og aftur umfram burðargetu hagkerfisins til dæmis. Fyrir en við lögum það, munum við ekki taka evrunu. Já, við þurfum að sanna það, við þurfum að uppfylla svo kallar Maastricht skilyrði fyrir aðild að evru. Og þau lúta verðbólgu og ríkisskuldum og fleiru. Við þurfum bara að sýna það að okkar hagkerfi og reksturinn á Íslandi HF sé í lagi, aðalatriðum. Þá getum við rætt hvort það sé í lagi hjá ESB-ríkjum, það er svo önnur saga, en þetta eru skilyrðin fyrir þessar og þetta þarf að útskýra fyrir fólki. Og það þarf náttúrulega að ræða það áhrif þá á ríkisútgjöld og kjarasamninga og kröfur og meiri kaupmátt og allt þetta og það þarf bara að tala þetta hreint út. Og síðan er það þannig að evruaðildin breytir ekki því að við erum komin í evruna og svo verðum við fyrir einhverju efnahagslegu áfalli sem getur hæglega gerst, hefur gerst. Og ríki sem verða fyrir slíku, þau þurfa að lækka útgjöld þjóðarbúsins, ekki það? Það þurfa að lækka kostnað. Gengið hefur þó fallið hjá okkur. Fyrst feldum við það sjálfur og síðan fór það í fjall bara út frá aðstæðum. Og það er svona tiltölulega einfalt fyrirbæri gengisfelling sko. Hún fer svona yfir allt samfélagið og tiltölulega hratt. En aðferðin sem þarf að nota að koma inn í evruna, hún er kölluð stundum innri gengisfelling. Og þá þarf það að lækka útgjöld þjóðarbúsins með því að lækka laun og lækka ríkisútgjöld. Það er svona stóru postarnir í. Og atvinnuleysi eykst. Já, hugsanlega, ég meina, það er ekki sjálfgefið. En það sem ég er að segja er sko að þetta er dálítið flóknari aðferð heldur en gengisfelling. Það þarf að ræða hvar á að skera niður í ríkisútgjöldunum, sem að noti þá, ég vil nú frekar að tala að spara í ríkisútgjöldum og hvernig förum við að því að lækka launin eða frista þau eða hvað þarf að gera. Allan það þarf að lækka kostnaðinn, það þarf að lækka útgjöld þjóðarbúsins. Þannig að menn er ekkert sloppnir út úr þessu. Ég er ekkert að segja að þetta er ekki hægt að gera þetta, sko, alls ekki. Þetta þarf fólk að vita, það þarf að útskýra þetta. Þetta er ekki töfralaust, sko. En þú nefnir efnahagslega þáttinn og þú ferð efnislega yfir hann og ég held að þetta sé allt rétt sem þú segir varðandi ferlið, hversu tímafrekt það er og að þetta mjög grófust aðalatriðum, ég bara fer yfir það. Og þetta hefur kost og galla. En það áhugaverða sem að ég rek augun í umræðum í dag er þessi áhersla á að þetta sé öryggismál. Að við verðum að koma okkur inn í Evrópusambandið til þess að komast í skjól út af þessum víðsjárverðu tíma. Já, þetta er nú svona seinni tíma held ég rök sko. Já, kannski bara nokkura vikna eða mánuða gömur. Heldur þetta vatni þegar þú horfir á samspil Evrópusambandsins, NATO, varnarsamningsins og síðan þessara hluta sem að gerast í væðingum milli Rússa, Kínverja og Bandaríkjanna fyrst og fremst?
Ef að menn eiga við það að Evrópusambandið verji tryggi varnir ríkja, þá náttúrulega gengur það ekkert upp, vegna þess að Evrópusambandið ekki gert til þess að tryggja varnir ríkja. Og Evrópusambandsríkin flest hafa treyst alfarið á NATO í því efni og þar eru þetta Bandaríkin fyrir ferðamest og verið lykilaðili og sko veikleika, við getum byrjað þannig, veikleikar Evrópusambandins þegar kemur að öryggis- og varnarmálum þetta er ekki ríki. NATO þetta ekki ríki heldur, en munurinn á NATO og Evrópusambandins að Bandaríkin vigta meira í NATO en nokkurt Evrópuríki gerir í ESB. Og það er svona struktúrþáttur eins og sagt í fræðunum. Og þannig að vegna þess þunga sem fylgir Bandaríkjunum í gegnum þetta samstarf sem er áratuga gamalt, að þá hefur náðst í gegn ákvarðanir. Ég var einhvern leiðtogafundi þegar allt var í óefni í Kosovo í stríðinu fyrir Júgóslavíu og það var fyrsti leiðtogafundur sem Clinton forseti kom á. Og það var bara beinlínis beðið eftir Bandaríkjaforseta. Og svo kom hann og sagði við gerum þetta. Ég einfaldaði þetta en þetta er dýnamíkin. Hann ákvað þetta. Já, þess vegna virkaði NATO þó að NATO sé ekki ríki frekar en Evrópusambandið, skilurðu. Þannig að þetta er svona strúktúrþáttur. Í Evrópusambandið þetta ekki ríki, kannski verður það einhvern tímann, margir efast það og meiri ástæðin áður til efast vegna þess að það er mikil óeining í Evrópusambandinu, meðan út á Úkraínu og veikleikar. Bretar gengnir út og Bretar gengnir út. Já, en þeir nú til í að vera í varnaröryggismála samvinnu sko áfram. En þannig að Evrópusambandið tryggir ekki varnir Íslands. Það er ekkert flókið, það þarf ekki að ræða það. Svo getum við farið út í hernaðargetu Evrópusambandsins, hvað það varðar að verja eyju út í Atlantshafi og þau hafa það bara ekki. Það kostar ekki bara orrustuþotur, það er eldsneytisþotur og það eru birgðaflutningaþotur og það er fullt af hlutum. Ég skrifaði bók 1987 Keflavíkurherstöðina og liðsauka áætlanir sem þá vorum að senda liðsauka og búnað og flugvélar ef að stemdi í þriðju heimsstyrjöldina og það er alveg rosa stórt plan og kallar á hergögn og birgðagetu og flutningagetu sem Evrópusambandið hefur ekki og ætlar ekki að hafa. Þannig að þetta er bara ekki aktúelt mál að við getum leitað til Evrópusambandsins með varnir Íslands, hervarnir Íslands. Er NATO eitthvað án Bandaríkjanna? Já, það eftir að koma í ljós. Það er nú ein áhrifin af Úkrænustríðinu að það er komið í kjöltuna á Evrópuríkjum NATO. Þau eru að taka upp sig í þessum málum, við erum búin að vanrækja þessi mál í áratugi. Þar á meðal eftir hernám Krímar 2014, það gerði ekki neitt, rétt að byrja núna, mörgum árum síðar. Úkrænustríðið byrjaði ekki 2022, það byrjaði 2014. Og þannig að þeir eru bara að eiga gífurlegt verk óunnið, en þeir hafa afl til að gera það, en spurningin er viljinn til staðar og hann virðist vera að birtast að einhverju marki, en þetta er ekki það sem varnir Íslands myndu kalla, þetta er allt annað mál. Fyrir utan það sem ég er að tala um að taka við Úkraínu og svona öryggi í Evrópu á heildina litið, það er eitthvað sem tekur mörg ár. Við erum í NATO, stofnaðilar NATO 1949, svo erum við með varnarsamningi frá 1951. Getur útskýrt að mannamáli fyrir okkur mun á þessu? Einhverjum myndir segja að við erum í NATO, þá höfum við 5. greinina ef okkur er ráðist, þá er það árás á öll hin ríkin. Hvað gefur varnarsamningurinn okkur meira heldur en vörnin sem felst í NATO-aðild? Hann gefur okkur skuldbindingu Bandaríkjanna. En er 5. greinin ekki skuldbinding? 5. greinin er ekki hörð skuldbinding, nei, hún er, ég mun skoða málið ef að eitthvað gerist. Hún er bara bókstaflega þannig, ég held í raunveruleikanum væri hún skuldbinding og það hefur reynt á hann einu sinni, það var eftir árásina á Bandaríkin 2001 og þá stóðu NATO-ríkin svo sannarlega með Bandaríkjunum og stóðu við 5. greinina og svo í framhaldinu mörg þeirra sendu herlið til Afganistan. Ísland lýsti því yfir á þeim tíma að árásin á Tvíburaturnum og Washington hefði líka verið árás á Ísland. Já. Þannig að hún virkar, ég er ekki að segja það,
Varnarsamningurinn náttúrulega er öflugri. Það beinlínis taka Bandaríkin að sér varnir Íslands, að ósk NATO, notabene, í þessari sögu allri. En þau taka að sér varnirnar. Í öðru lagi þá var nú búið þannig hnútan að hér væru bandaríski ríkisborgarar, þannig að þeir sem eru fyrstir fyrir árásinni, það væru bandaríkjamenn, skiljum við. Og það breytir dýnamíkinn? Já, það tryggir það að bandaríki hér kemur, ekki satt. En það er engin ástæða til að efast það. En þannig að varnarsamningurinn er auðvitað miklu meiri skuldbinding en felst í NATO-sáttmálanum. Þó ég bara til að ítrekka það, að þegar þetta eina skipt sem reyndi á hann, þá stóðst hann. Þannig að þessi varnarsamningur, hann er algjört grundvallar atriði í varnarstefnu Íslands? Já, hann er náttúrulega líka samningur við eina ríkið í heiminu sem gæti tekið að sér varnirnar og séð okkur fyrir því sem þarf til að verja landið. Það er reyndar, við erum að tala um varnir Keflavíkurflugvallar fyrst og fremst, við förum mjög hratt út í tæknilega atriði en Bandaríkin eru þetta stórveldið á Norður-Atlantshafi og síðan náttúrulega stórveldi verðandi á norðurslóðum sem er svæði sem skiptir okkur sífellt meira máli. Þar sem að í opinberum pappírum Bandaríkjanna segir að Íslandi felist aðkomuleið, á ensku er það gateway, til norðurslóða. Nú getur það breyst eitthvað hníkast til með Grænland, en maður hefur séð í alþjóðlegum fjölmiðlum, Economist núna síðast, að greina það hvernig vestrið hefur vanrækt norðurslóðir og hvernig Rússar hafa hnyklað vöðvana og eru með ótrúlega sterka stöðu þar með norðurflota sinn og annað í þeim dúr. Hvernig horfir þessi bægslagangur Trumps gagnvart Grænlandi við þér? Hvað er forseti Bandaríkjanna að fara með þessu öllu saman? Já, góð spurning. Ég nú vil að fjalla þetta, en rökin sem hann hefur fært fram, þau halda ekki. Það er ekki flóknar en það. Kínverjar og Rússar eru ekki í Grænlandi og eru hvergi nálægt Grænlandi einu sinni. Þeir eru ekki einu sinni nálægt okkur lengur, Rússarnir, ekki sést hérna herskip, herflugvélar í núna í nokkur ár, neinst að nálægt okkur. Síðan þetta með málmana, mörg ár hafa Grænlendingar reynt að fá amerísk fyrirtæki til að koma til Grænlands og vinna málma, en þau vil ekki koma vegna það er svo dýrt að vinna málma í Grænlandi. Þannig að það er ekki rök sem að halda. Þannig að það stendur eiginlega fátt eftir nema eins og sumir, ég tek nú ekki undir tilgáttuna, en þá er skemmtarnarskynnið að hann vilji vera Andrew Johnson, númer 2 Andrew Johnson er sá sem lét kaupa Alaska og bæta Alaska í Bandaríkin 1867. Bara landvinningar? Spottprís. Já, en það er nú svona, hann hefur nú hvergi sagt það, forsetinn En síðan er Grænland auðvitað á vesturhveli og nýlega útkomin endurskoðuð öryggisstefna Bandaríkjanna leggur gífurlega áherslu á varnir vesturhvels sem er auðvitað ekki nýtt en aukin áhersla. Og það er auðvitað partur af þessari Grænlands, held ég, þessum Grænlands áhuga forsetans og hans manna. Það er að það sé alveg tryggt hvar Grænland standi í sambandi við varnir vesturhvels og við skulum ekki gera lítið úr því að Grænland hefur lykil þýðingu fyrir öryggi Bandaríkjanna. Það er ekki margir hermenn bandarískir sem þurfa þar til það, þeir eru 150-200 upp í herstöð sem heitir á grænlensku Pituffik, hérna á Thule, og þar eru ratsjár sem skipta alveg lykilmáli fyrir varnir, við svona sjá Norður-Ameríku, þetta er sameiginlegt fyrir bara í Kanada og það lítur að mögulegum eldflaugaárásum frá Rússlandi yfir Pólinn. Þessar ratsjár þar horfa yfir Pólinn. Þannig að þarna er kannski höfuðvíð gagnvart mögulegum kjarnorkuárásum. Á Norður-Ameríku. Þetta er verið í áratugi, þetta er ekkert nýtt. En þá er þetta, þeir geta ekki verið án þessa? Ekki án þessara stöðar, nei. Það er alveg hreinu og það er enginn sem efast það og ekki Grænlendingar og ekki Danir og þar með kemur að því að það er ekkert sem stendur í vegi Bandaríkjahers í Grænlandi. Þeir geta athafnað sér nánast eins og það sýnist? Já, þeir hafa samningsbundir rétt til þessa miklu leyti. Og Danir hafa beinlega sagt og Grænlendingar, við erum alveg til að ræða allar það viðbætur sem þið hafið áhuga á og sameiginlegir hagsmunir eru augljósir og allt það En hvað er þetta þá? Já, þá er þetta Andrew Johnson kenningin, en ég vil ekki, það er bara tilgáta, ég vil ekki gera hann að halda því fram að hún sé raunverulega, en Andrew Johnson, Trump þá er það, segir Trump sem svo, ég vil vera sá forseti sem bætti við, stækkaði Bandaríkin með því að bæta Grænlandi við.
En núna náttúrulega í gær, hvað gerist í gær? Hann flytur þessa miklu ræðu á Davos, ráðstefnunni í Sviss, sem ég fylgdist með eins og margur annar, og þá kemur í ljós að hann tekur hervald af borðinu. Hann hafði talað að mínum mati mjög gáleysislega hervald. Ég hafði eins og aldrei trú á því að Bandaríkin myndu beita hervaldi í Grænlandi. Ég sagði það bæði í greinum og viðtölum að það væri ákvörðun sem bandaríska stjórnkerfið, bandaríkja her, þingið, stjórnmálakerfið gæti aldrei tekið. Það myndi alltaf komið vekk fyrir að hann stýri. Já, bara það gæti ekki tekið. Það þarf að yfirstíga svo margar hindranir í bara normum og sálarlífi bandaríkjanna og kultúr og svona lög og dómstólar og það var strax komið ónafngreindir innan hersins, við bara segjum á okkur ef það var áast á Grænland. Þannig þetta bara ákvörðun sem Bandaríkin hefðu aldrei getað tekið. Það var það sem ég benti á. Og það hefur komið í ljós. Og þá náttúrulega gerbreyttist málið í gær leið og hann sagði þetta forsetinn og þá opnaðist leið til þess að fara svo fyrir hann hittir framkvæmdastjóra NATO og þá einhver svona möguleikar á einhver rammi og hann væntanlega sá ég er að spekulera það er bara svo auðvelt leið og búin að taka þessar hindranir þá býr einhver sameiginleg yfirlýsing og textar sem segja að Bandaríkin hafi þetta og þessa möguleika í Grænlandi og Grænlendingar og Danir séu alveg fullkomlega sammála Bandaríkja forseta að skilur það er bara að opnast alls ís möguleikar og ég hygg að máli verði leyst þannig. En Grænland skiptir feikilega miklu máli fyrir Bandaríkin og við erum nú rétt hjá Grænlandi og við erum ekki með sama hlutverk og í kalda stríðinu en við erum með hlutverk sem tengist öryggi Evrópu og við erum með hlutverk sem tengist norðurslóðum og við, Ísland og Bandaríkin eiga gífurlega mikla sameiginlega hagsmuni. Hann nefndi Ísland margsinnis í þessari ræðu í Davos. Já, það voru nú alveg örugglega mismæli. Það hafi verið mismæli? Já. Örugglega saman Grænland og Íslandi? Já. En menn hafa haft áhyggjur af því ef hann fengi fókus á Ísland og menn hafa gagnrýnt réttar utanríkisráðherra okkar fyrir það svona vera kannski að kæra sig svolítið inn í deilurnar. En aftur að Grænlands svona retoríkin eða orðræðu forsetans, er ekki líka mögulegt að þetta sé bara hluti af svona einhverju ótrúlega óheflaðri samningatækni? Eins og hann hefur beitt varðandi aukin hernarútgjöld Evrópu í samskiptum sínum við Norður Kóreu, Íran, Rússa. Það næri enginn taki á hann, það næri enginn að teikna upp einhverja helstaði mynd á hann. Nei, ég get það ekki. En ég bara var að rekja mig í gegnum hans rög sem halda ekki, þannig að það voru eitthvað annað En finnst þetta komið til greina að þetta sé ástæðan að hann sé bara einhvern veginn að búa til þannig rót eða ójafnvægi að menn og hann telji sig geta náð einhverju stöðu út úr því, jafnveg þó það felist ekki í því að ná Grænlandi sem slíkum. Já, hann hefur náð stöðu með þessari aðferð, hann gerði það á fyrra kjörtímabilinu og aftur núna þá er ég að tala vilja Evrópuríkja NATO til að setja meiri fé í landvarnir. En hefur hann náð einhverju stöðu með þessu Grænlandsbareldi? Það held ég ekki. Ég held ekki. Það er mistekist. Já, þú sér bara hvernig orðræðan hans hefur náttúrulega, við getum orðið rakið Grænlendinga og Dani út í yfirlýsingar sem að þeir eiga mjög erfitt með að bakka út úr að sjálfsögðu. En það segja þið núna, við erum til í viðræður en ekki viðræður en eins konar yfirtöku þannig að ég held að hann fái alls ekki það sem hann hefur verið að tala um. En svo ég sagði áðan, ég fæ ekki annað séð en að það verið tiltölulega mjög auðvelt fyrir Danir og Grænlendingar, þeir ekki bara lífri samningamenn og klára þetta mál og þannig þá væntanlega þarf að gera það þannig að forsetinn geti labbað burt og sagt já ég fekk einhvað og af því ég sagði þetta og þá er þetta svona en aðalatriðið það sem ég er að segja er að leið og hann tók þessu orðræðu talið hervald og annað af borðinu í gær þá breyttist málið í grundvallaratriðum og ég get ekki ímyndað mér annað en að setja að leysa með einhvers konar textum og yfirlýsingum og kaffiboðum. Já, ég meina bara óbreytt sem í rauninni er óbreytt staða á Grænlandi hvað varðar möguleika Bandaríkja hers og ég meina Grænlendingar til þess að bara komdu bara morgun 50.000 manns og eitthvað svona en hann myndi ekki gera það því það er ekki þörf fyrir það getur orðið þörf fyrir meiri hernaðar við verið Bandaríkjanna á Grænlandi í framtíðinni en það er ekki núna. Það er engin yfirvofandi hernaðarógn á Grænlandi. Það er allir sérfræðingar saman. Allir saman því. Donald Trump forseti, Marco Rubio utanríkisráðherra og Pete Hegseth hermálaráðherra eða hernaðaráðherra. Þeir fara mikinn og það er ekki bara í Grænlandi. Þeir fóru og fjarlægðu eina góða nótt hér í upphafi árs forseta Venezuela.
komu honum bak við lás og slá, búin að skrúa fyrir olíusölu til Kína. Þeir eru með hótanir uppi gagnvart Íran, það geti gerst á hverju stundu. Ég held að USS Abraham Lincoln sem bara á leiðinni upp að ströndum Íran nánast á næstu sólarhringum. Þetta er orðið mjög flókið tafl sem að blasir við okkur bara í skipan heimsmálanna. Já. Þeir eru að rótast í þessu öllu. Já, en sko, Trump-stjórnin kemur auðvitað að borðinu eins, að sumu leyti eins og á fyrra kjörtímabili nema hann sagðist ekki alltaf að gera þau sömu mistök og þá að hafi ekki algjörlega valdið yfir því hverja hann ræður í vinnu, þannig að hann er bara með það fólk sem hann vil hafa hjá sér. Sem við myndum segja að það sé já-kór og það sé ekki gott fyrir forseta Bandaríkjanna að hafa slíkt. En ég meina heimsýnin er önnur og þeir fara fram í þeim hætti sem að við blasir. En auðvitað er Venezuela ekki nýtt mál og þaðan er síður Íran og Mið-Austurlönd og hagsmunir Bandaríkjanna þar, þannig að það er ekki grundvallar munur hér, maður verður að passa að sjá að halda nú sé ekki alveg nýtt. En þeir eru kannski aktífari í að ganga í hlutina? Já, og það er náttúrulega partur af ímynd forsetans og sjálfsímyndans og svo framvegis, en það eru líka tækifæri, sko. Menn að Venezuela náttúrulega kom bara tækifæri og mögulega skapast tækifæri í Íran líka út af þessari uppreis sem að... Já, og Íran hefur náttúrulega veikst geypilega mikið. Já. Bandaríkin réðust á Íran í fyrra með Ísrael og Íranar gátu ekki lyft litla fingri. Sátu bara undir sprengjuregn. Það var flogið allir frá Bandaríkjunum og bombað Íran og flogið heima aftur og ekki skráma, sko. Nei. Og Trump vill ekki, hann alveg treysta því. Hann vil ekki fara í stríð í venjulegri merkingu þess að senda inn landherr Bandaríkjanna. Nei, ekki með menn á landi. En sko, landslægið ég held að mesta breytingin í landslæginu er í Mið-Austurlöndum. En til hvers hún leiðir, það er önnur saga, en þegar ég segi þetta þá er náttúrulega Hamas alveg bara lemstraðir, sko. Og Hezbollah í Sýrlandi. Assad er komin á hótel í Moskvu, Sýrlandsforsetinn. Þannig að þessi bandamenn Rússa og Írana eru farnir. Hútarnir veiklaðir. Já, og þannig að það er lag til að gera hluti og nú er að reyna það, setja friðar á Gaza og ræða það, en Trump má eiga það að hann, þá þurfum að fara aðeins tilbaka á fyrra kjörtímabili, þá kom hann og hans menn á svokölluðu Abraham samkomulagi. Og það forsendur Abraham samkomulagi fólst í því að koma á eðlilegum samskiptum milli Ísraels og Arabaríkjanna. Það voru náttúrulega eðlileg samskipti komið fyrir löngum milli Ísraels og Jórdaníu og Ísraels og Egyptalands, en þarna voru Flóaríkin og Sádi-Arabinir þar á meðan. Og forsenda málsins var svo, var að segja það reynt út, að Trump nýtti þá stöðu að Palestínumenn voru sífellt veikari og Arabaríkin sífellt lúnari á málinu. Og þetta gengur bara ágætlega og það var landa öllum nema Sádi-Arabum. Þeir eru á leiðinni 2003 inn í Abraham samkomulagið. 23. Fyrirgefðu, 23. Og þá er ráðist á Ísrael á hálfu Hamas, október. 7. október 2023. Já. Í þeim aðal tilgangi, megin tilgangi, að koma í veg fyrir þáttöku Sádi-Araba í Abraham samkomulagið. Hvernig? Jú, við gerum þetta hryðjuverk á Ísrael og Ísraels með munu, það þurfum ekki gefast um það, munu svara og það mun kosta gífurlegt mannfall og mikla hörmungar á Gaza og aftur komið vekk fyrir það að sátarnir komið sko í Japan, þeir mun aldrei geta það með þúsundir palestínumanna látna á Gaza og Gaza í rúst og það var líka alveg rétt og þannig að þetta er þessi atburðarás og núna eru menn komnir á þann stað að Hamas eru meira með nú leik, þeir eru það, þó eftir að afvopna þá, þeir eru úr leik, það er bara þannig. Og svo eins og ég nefndi, svona aðrir bandamenn Írana og Hezbollah og
og svo Sýrland farið. Þannig að núna aftur laga á að koma þessu Abraham-samkomulagi með einhverjum öðrum formækjum í gang og fá sátana inn og nú verið að vinna í því og sjá hvernig það gengur. En baksveið náttúrulega þessi feiknarlega veika staða Írana. Þeir eru mjög veikir. Þeir náttúrulega almenningur Íran hatar klerkastjórnina og það fjarað undan þeim eins og ég segi þessu stöðu þar sem að þeir höfðu sína bandamenn sem leppa. Þessi klerkastjórn sem kemst við valda 79 hefur verið undir játnhald 2 æðstu klerka. Þetta algjört krabbamein í heimskerfinu. Já, en þeir bara hafa veikst mjög mikið. Og hann nú sennilega við dauðan styr? Já, sagt svo. En sko, síðan kemur næsta sko. Rússar hafa nú ekki verið hjálplegir í Miðausturlöndum og Afríku, en það allstaðar að fjara undan þeim. Þeir hafa ekki burði lengur? Nei, afleiðingu af þessu Úkraínustríði, þessu hörmulegu framistöðu þeirra í því, sem að notið það orð, sem þetta gleði efni að það farið illa út úr því. En þannig að það mjög mikla breytingar eiga sér stað sem opna ákveðna möguleika en hvort það tekst að nýta þá, það önnur saga. Mér finnst Bandaríkjaforseti fara undarlega fram í þessu friðarráðsmáli varðandi Gaza. Ég sé ekki tilgangi með því að strjúka Bretum og öðrum öfugt með því að bjóða Pútín aðild. Sko, hvað eiga Rússar að gera fyrir Gaza eða Miðausturlönd? Þeir ekki neitt. Það Lúkasjenko. Já, hvað eiga á þetta fólk til að leggja til mála? Ekki neitt, ekki nokkuð skapaðan. Þannig að það eins bara enn aftur, þetta erfitt átt að sig, mjög erfitt, átt að sig á Bandaríkjaforseta stundum og meðan hans í þessu máli. En við verðum að sjá hvað setur, en sviðið í Miðausturlöndum gerbreytt. Hvað kemur, hvernig leikritið heldur áfram og hvernig raðast upp, það eftir að koma í ljós, en það virkilega jákvæði möguleikar til staðar, en það auðvelt líka kannski að klúra þeim. Rétt í lokin, Albert, þú varst árabil utanríkismálaráðgjafi valdamesta manns Íslands. Já. Ef þú tækir þá stöðu upp að nýju gagnvart Kristrúnu Frostadóttur í dag sem forsætisráðherrann, hvað myndirðu ráðleggja að gera í þeim aðstæðum sem við horfum upp á í dag? Ertu að tala almennar aðstæður? Ég að tala aðstæður Íslands og hvernig þetta að spilast fyrir okkur gagnvart Bandaríkjunum og auðvitað Evrópusambandinu fyrst og fremst. Já, ég held að við bara byrja á því að ég sagði að staða Íslands væri mjög sterk og menn eiga að nýta sér það og halda í það. Við erum rosalega sterkri stöðu efnahagslega, eins og ég sagði, við erum ríkustu samfélögum í heimi. Við erum með okkar hervarnir í samstarfi og bandalagi, þetta bandalag, við mesta herveldi mannkynssögunar. Þannig að við erum með yfirleitt allstaðar þann markaðsaðgang sem við þurfum, ótrúlega gífurlega háð útflutningi. Við erum með mjög vaxandi og öfluga ferðaþjónustu og þannig að möguleikar okkar eru miklir. Eins og ég sagði, aðildin að Evrópusambandinu, hún kallar auðvitað fram ákveðna grundvallar spurningar sem lúta þá væntanlega að hvað gerir Evrópusambands aðild fyrir lífskjör Íslendinga. Það lítur að vera bottom line sem notið nú góða íslensku við. Hefur þú komist að niðurstöðu persónulega fyrir þitt leyti hafandi farið hún í kjöluna þessu, hvað rétt sé að gera í því? Ég held mín skoðun sú að við þurfum ekki aðild að Evrópusambandinu. Hún mun ekki gera neitt mikið fyrir okkur. Og þetta með stöðuleikan, það er að færa rök fyrir því að aðild að Evru myndi búa til stöðuleika hérna sem ekki til staðar. En samt síðustu ár hefur ríkt hér í grundvallaratriðum stöðuleiki. Við búum alltaf aðstæður en við gerðum. Fjölbreyttar útflutningsatvinnuvegir? Já, til dæmis, þannig ég held við erum ekki svo viðkvæmri stöðu sem einhvern tímann áður hvað varðar það. Og bara enn og aftur, sem margoft bent á að vaxtastigið hér, þetta ekki eins og þetta dansku, jemmelavit, þetta heimatilbúin vandi? Málsmetandi menn segja, þetta heimatilbúin vandi og ef þetta heimatilbúin vandi, þá leysum við hann ekki með aðild að Evru en
ég bara endur taka það og undirstrika, nú bara búið að ákveða að fara með þetta í þjóðaratkvæði. Það bara eðlilegt, við erum mikið deilumál og bara eðlilegt að láta almenning ákveða hvort eigi að fara í aðildarviðræður eða ekki. Það hefði átt að gera það 2009. Okay. Það held að sé allir sammála um það. Það voru mistök að gera það ekki. En þá bara enn og aftur, þá þarf umræðan að vera upplýst og almenningur, kjósendur, þarf að upplýsa. Og það hefur ekki verið staðið vel að því hingað til, en vonandi og væntanlega verður það gert í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu, þá munu stjórnvöld. Og ég held að hann verið talað um það, að það verði sett fé í það að upplýsa kjósendur hvað þetta snýst. Og það eru grundvallaratriði eins og sem lúta meðal annars að evrunni og vöxtunum. Talandi upplýst umræðu, þetta mjög upplýst umræða af okkar hálfu hér. Og það var óskandi að utanríkisráðherrann myndi mæta hér í settið og gera það líka eins og þú hefur gert og ekki í fyrsta sinn og vonandi ekki það síðasta. Albert Jónsson, þakka kærlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudaginn. Við erum að fara að einhenda okkur í annað mál, utanríkismál í einhverju skilningi. Við erum að fara að mæta Króötum í handboltanum og það eins gott að við vinnum þann leik. Við sendum góða strauma til strákan okkar og vonandi förum við yfir áframhaldandi sigurgöngu þeirra í boltanum hér í þættinum að viku liðinni. Verið þið sæl.